Í vormót ljós leiðarans og með mér þá Óli kominn aftur. Palli á þriðjudaginn, Óli á fimmtudögum. Ég er svo ríkur að þú gæti kalla mig Bill Gates. Ekki Elon Musk? Nei, Bill Gates betri. Er hann betri? Já. Hann betri billionaire. Ekki Jeff Bezos? Nei, Jeff Bezos. Richard Branson? Sko, ég hef alltaf fílað Bill Gates. Af hverju spyrðu kannski? Út af því hann heiðalegu nördi. Jeff Bezos, hann fór bara að láta fyllta olíum í líkama sinn og varð jacked. Já. Það ekki Mark Zuckerberg? Nei, Zuckerbergin, þú veist, ég nokkuð viss að hann sé þarna Ármann Kano séru. Zuckerberg er AI. Hann er AI. Það það sem hann er. En já, Ármann Kano, talandi að vera ríkir, Já. Veistla í búið í kvöld. Það er rétt. Og ógeðslega skemmtileg leikir og þarna, þegar við römmum inn þennan leik í svona stóra samhenginu, þá þetta er svipað og saga vekaleikur sem var á þriðjudaginn sem að veka sigruðu. Þetta er upp á hver að eiga þennan úrslitaleik á móti þessu besta liði í sínum riðli og í þessum riðli það Þór og í hinum riðlunum það Dusty. Þannig að þetta er svona upp á hver að fara að fá hærra sít upp úr þessum riðli og mögulega taka þetta toppsæti með sigri á þessu innan gæsalappa besta liði. Já. Sem er alltaf besta liðin á blaði. Á blaði að sjálfsögðu. Það er svona litið gæsalappirnar. Þetta var ekki Joey momentið mitt. I'm sorry. En nei, þú veist, og við erum búin að sjá alls konar leiki í vormótinu hingað til og þú veist, ég verð alveg viðurkenna, ég hafði alveg mínar efasemdir, skilurðu, mótið, svona fyrirfram og annað. En mér finnst mjög gaman að sjá þessi lið mæta inn á server og spreita sig, oft kannski á móti anstæðingum sem eru nokkrum númerum stórir og allt það, en mér finnst það bara að segja svo mikið karakterinn hjá fólki og karakterinn í þessum liðum og eins gaman og það að fylgjast með því að þá er líka ógeðslega gaman þegar við sjáum síðan risana mætast og þessi svona föstu lið sem að við þekkjum. Ármann búið að vera hérna í mjög langan tíma, Kano búið að vera hérna að standa sig frábærlega bæði á rigg og í deildinni og annað. Þannig að ég er bara sjúklega spenntur að sjá þessa þróun á play í gegnum mótið. Núna sjáum við vonandi kannski leik sem er á aðeins hærra stigi heldur en sumir aðri leiki sem við höfum séð hingað til. Ekki það að þeir séu á lágu stigi en bara þessir eru aðeins hærri og ég vona að hinn liðin í mótinu séu þá líka fylgjast með og taka og glósa og undirbúa sig í gegnum þessa leiki líka. Já, og þessi punktur sem ég ætla að grípa þarna strax er einmitt að liðin sem eru búin að mæta þessu stóru liðum eins og til dæmis þegar Fylki var að mæta Kano núna í senastu umferð þegar þeir tóku mapp af þeim. Það var stórt afrek. Þú veist, þeir komu með gott leikskipulag og neyða Kano í rauninni að taka sinn tíma að leggja það velli út þegar þeir voru bara ekki tilbúnir í leikinn sem að Fylki á með fyrir það og Dunn hann alveg bara Dunn geggjaður, hann var geggjaður í þessu leik. Það er bara þannig og þú veist, og þetta eru tækifærin svo færð með formatið eins og vormótinu, færð tækifæri til þess að spegla þig við þessi bestu lið, svo færð tækifæri til að fara heim, fara aftur á teikniborðið, teikna upp ný plön og annað, af því að þetta er ekkert alltaf bara sko einhver mechanical skill sem er að skilja fólk hérna á milli, þetta er oft ákvörðunartaka, þetta er oft svona óðagot í ákveðnum aðstæðum, þetta er ekki nógu djúpt strattbók, þetta er ekki búið að fara yfir VODs og finslípa hlutverk, það er kannski ekki búið að slípa til samskipti þannig að allir viti hvað er átt við þegar ákveðnir hlutir eru kallaðir og þetta er allt hluti sem að má bæta svo hratt, hraðar heldur nú bætir eimið hjá einhverjum. Þetta er bara, þú veist, einn liðsfundur sem er klukkutími getur tekið samskipti innan liðsins og setta bara á næsta level og ég man alltaf eftir þessu sko, ég fekk þegar ég var hjá Riot þá sendur okkur alltaf í rosalega mikið á svona námskeiðum og hann alltaf að koma einhver námskeið á skrifstofuna og eitthvað og ég var bara aðra hverja viku í einhverjum 8 tíma vinnustofum og eitt skipti var samskipti. Og þar lærði ég leksíu sem að mun fylgja mér bara alla ævi þar sem að einn aðili satt í stól og var með svona töflu fyrir fram að sig og á töflunni voru 5 form, 5 þríhyrningar
og svo voru við 4 fyrir aftan hann með mynd búna til úr 5 þríhyrningum. Já. Og með því að bara tala þá áttum við að hjálpa manneskjunni að búa til myndina. Já. Og það gata enginn á 15 mínútum. Bara, þú veist, það sem kom út úr þessu var bara eitthvað rugl. Já. Svo fengu allir hóparnir 5 mínútur til að tala saman þú veist, hvað meinarðu þegar þú segir færa hann til hægri? Já. Þú að tala um að færa hann 1 cm til hægri eða færa hann alveg til hægri á blaðsíðunni eða snúa honum til hægri eða þú veist hvað það er. Já. Og við skilgrindum hvað við myndum með hverjum hlut. Svo fengu allir hóparnir 5 mínútur til að reyna þetta aftur. Leið að búið að skilgrinda hvað þetta myndi þegar ég segi upp eða hægri og þú veist, það er óræður hlutur. Já. Þangað til við skilgrindum það. Þannig að allir að klára þetta á 5 mínútum. Já. Þarna fattaði ég bara hvað skiptir miklu máli að stilla strengina svona og þarna getur gert alveg rosalega mikið á mjög stuttum tíma ef þú ert lið eins og Fylkir. Veist, og ef að þið getið alltaf tekið fram úr hinum liðunum í samskiptum og verið bara með betri upplýsingaflæði að þá gæti það alveg gefið tækifæri til að taka mapp hér og þar. Já. Þannig að ótrúlega áhugaverður punktur sem hún kemur inn á í sambandi við vinnustöðun og svo framvegis í kjölfar á því að ég er náttúrulega mest í hámhorfari á Counter-Strike efni sem hún finnur og ég var rataði inn á YouTube-channeli hjá Face daginn. Gáfu út fyrir 4 dögum eða 5 dögum í dag myndband sem var sentrað á performance hjá Face CS-liðinu á Katowice núna nýverið. Já. Og í ræðunni fyrir leikinn þá svona, þú veist, við erum rosa vanir því að hlusta á einhverjar rosalega svona Hollywood ræður þar sem að Al Pacino er að taka ruðningsliðið sitt og þetta game about inches og eitthvað kjaftaði, hann bara, þessi leikur snýst um samskipti, við getum bara stjórnað samskiptunum okkar og hvernig við bregðumst við því hverju sinni, með smá passionur reyndar, þú veist, með Carrigan passionunu, en þetta er nákvæmlega það. Við stjórnum rosalega mikið bara hvernig samskiptin innan liðsins eru, hvernig við bregðumst við þeim samskiptum og bara þannig fungerar leikurinn. Það er náttúrulega aim elementin í þessu allt það, en á ákveðnu tímapunkti þá svona platóar það. Já, þú veist, það byrjar að platóa, það skiptir náttúrulega alltaf máli, en þú veist, það byrjar að platóa og punkturinn hérna skilur þú veist, ég held að það sé svo rosalega mikið af svona auðveldum bætingum sem geta átt sér stað hjá mikið af þessum liðum, sérstaklega það sem við erum að horfa á það, þú veist, CS-senan á Íslandi er mjög breytileg, það er ofta breytast einhverjir rosterar og eitthvað og meiri segja bara, þú veist, þessi lið sem eru på skjánum núna, nýlega búin að taka breytingum, eru allir í þessum báðum liðum algjörlega komnir inn í samskiptastílinn sem að var fyrir áður en að þeir kom inn, vita þeir hvað öll call-out þýða bara strax. Ef einhver segir, þú veist, skilur, flass, þýðir það að einhver á að flassa eða þýðir það að Gunni á að flassa af því hann á að vera einhverju sérstakri stöðu, veist, hvernig tengist þetta allt? Þetta bara setjast niður og ræða hvernig ætlum við að spila leikinn, hvað meinum við þegar við segjum þetta, þannig að allir sem er sameiginskilning held ég að geti tekið mörg lið, meiri segja summa þessum toppliðum og tekið bara einu skrifa herra. Já, ég meina að þetta geta verið 10-15% breytingar bara í bestafalli og þetta er bara frábær punktur, þú veist, upp á þessi samskipti. Þetta skiptir höfumáli í stóru myndinni og sérstaklega, þú veist, þegar maður hefur verið að spila með eitthvað af þessum leikmönnum, þú veist, það er alveg einhver samskipti þarna sem að er örlítið ábótavant, en við sjáum það náttúrulega ekki alveg í sínu keppnisformi, skilur, það sem allt þarf að vera upp á 10,5, en það væri rosalega áhugavert að fá að hlusta á bara íslenskt lið í S-inu sínu, en það er kannski erfitt þegar maður er alltaf að lýsa því. Já, og þú veist, og bara það sem ég svona dettur helst í huga er sko gamli frasin sko one hit, hann er one hit, þú veist, það er bara ef að þú sem lið leyfir þessu að viðgangast að þá ertu að stilla upp aðstæðum þar sem einhver kallar einhver sem one hit, einhver tekur upp pistlu og tapar bardaganum af því að hann tók ekki bara tíma til að hlaða og gæinn var ekki one hit. Þannig að þú veist, þetta eru þessi litlu hlutir og svo náttúrulega ofanálag að taka sameiginlegt VOD review, skilur við, að taka bara töflufund og draga upp einhver play, fara inn á server og æfa einhver set executes og allt þetta. Þetta eru bara hlutir sem að sérstaklega þessi lið sem er að sækjast eftir því að skríða upp töfluna núna, þú veist, Fylkir, Boys Don't Cry, Neisti, öll þessi lið, þau ættu öll að vera að gera þetta. Því að þetta er fljótasta bætingin sem þú getur tekið. Tvímælalaust. Þannig að
Já, á því randi, ég elskar röndin okkar, eru svo góð alltaf í byrjun. Þá ætlum við að kíkja bara á fyrsta lið kvöldsins í viðureign Ármann Kano og við ætlum að kíkja á lið Ármanns. Það hefur töluverta breytingu tekið hérna sér stað. Þetta line-upin sem að spilaði núna seinasta leik og það Hyperactive, Ofvirkur, Hundsi og síðan 2 alveg spánýr en alls ekki nýir í senunni. Það annars vegar Skún og hins vegar VJ. Skún var að spila tímabilið með IA. Átti erfitt tímabil, ekki kannski persónulega, var ágætis karri fyrir sitt lið en liðið bara í heild sinni ekki vel fungerandi. Á meðan VJ var aðeins öðruvísi. Hann í rauninni bara solo karriaði sitt lið til bara frábæra niðurstöðu í deildinni, lentu minnir í 7. sæti, rétt svona klóruðu sig inn í stórmeistaramótið og úrslitin í sem sagt deildinni og áhugaverð bæting við þetta eitthvað sem við höfum verið að tala rosalega mikið svona í senunni, þetta eru 2 aggressífir ræflerar og þetta það sem eru svona nýju stjörnundan í liðinum í dag. Það ekki lengur að við séum að horfa á þessir lörkerar, þú veist þessum að við erum að kynnast úr senunum mjög snemma í CSGO, Get Right og allt þetta. Þá eru bara aggressive rifles í CS2 frábær viðbót við hvert einasta lið og við sjáum til dæmis í besta leikmanni heims árið 2024, Donk. Aggressive rifler og ég held að þessi 2 strákar komandi inn í þetta Ármannslið komið aldrei svona ferskan blæinn í liðið í lið Ármann sem var staðnað. Það var algjörlega staðnað. Búin að vera saman lengi líka, þú veist þessi kjarni þetta. Þannig að kemur kannski ekkert á óvart að einhver stöðnun eigi sér stað þar. Sérstaklega þegar þú ert kannski ekki, þú ert ekki að vinna titla. Þú veist, það heldur manni svolítið hungruðum þegar maður á toppnum og allir eru gunning for you. En allt leikmenn sem eru geggjaðir, VJ, hann var í einhverjum öðrum leikjum á tímabili að gera það gott, var það ekki? Ég veit ekki með það hvort hann hafi bara tekið pásu, hann fór í klassíska barna og þetta allt dæmi en nú komin aftur inn í senuna og alveg gjörsamlega að gera geggjaða hluti. Þetta nafn sem ég man eftir, þú veist, frá bara háringnum þegar ég var að vinna hjá Riot og var að koma til landsins. Malefic. Malefic, já. Malefic VJ, hann kemur sérst inn í liðið þegar Malefic voru upp á sitt besta og við töluðum hann sem nýliða í gríni núna á senastu leiktíð en þetta mjög svona gamalreynt nafn af bara aggressiv, skemmtilegum ræflir og verið ógeðslega gaman að sjá hann í kvöld. Annars, þú veist, Ofvirkur til dæmis, Ofvirkur og Hundsi, þetta eru bara algjörir reynsluboltar og ég myndi segja Hundsi í T-side og Ofvirkur í CT-side að organisera sín lið algjörlega bara, það gerist ekki betra í þessu liði heldur en þeir 2. En já, þá ætlum við að kíkja hins vegar á Kano því að það bara fara að vera stutt í leik. Mínúta á 43 sekundur. Já, Topaz, Ruflu, Pabo, ISO og Nonni og Topaz, Dusty leikmaður fyrir rekinn úr liðinu, leiðilegt en frábær hæfileiki, Dust hefði ekki annars tekið hann upp. Ruflu átti erfitt uppdráttar, var litin á sem svona stjarna í sínu gamla liði, kemur hann inn og fær að vera svona second star. Pabo, bara, ég kalla hann ungstyrni en gaurinn 35 ára, nei ég segi svona bara frábær leikmaður. Nonni, fucking in-game leader, mjög fín en það ISO, one ISO. Þessi gaur, keep your eye out, hann lethal. Ok, ég er spenntur. Við eigum Vító líka, held ég að það sé bara komið. Já, ef við ekki bara kíkja á Vítóið snöggvast og sjáum hvað við fáum úr því. Mér þætti ekki ólíklegt að við fáum Anubis pick hérna frá Ármann sem þá second pickið, Kano byrja að picka. Train hérna. Já, vilja ekki fá eitthvað wildcard frá Ármann í train. Mér rastikið út af Ármann. Kano gætu pikkað hérna Anubis til dæmis, gætu flótaði og búist við að Ármann sé að fara að pikka það því að þeir eru líklegir og það gæti verið 1-2 knockoutið sem að Kano með því að ISO
geggjaður Anubis leikmaður. Geggjaður. Ok, þeir taka Nuke. Ok, áhugavert. Það er áhugavert pick. Ármann svona sögulega sterkir á Nuke. Dust 2 pick, ég meina gamal reyndir leikmenn hafa spilað, þeir hafa örglega sko, eitt meiri tíma inn á server á Dust 2 heldur en sumi leikmenn Kano hafa verið á lífi sko. Já, þar þurfum við að fylgjast sérstaklega með VJ og Ofvirk. Já. Tveir geggjaðir Dust 2 leikmennir og hérna Hundsi þá sérstaklega þegar við komum að clutching situations 1-2, 1-3, þá er hann bara sturlaður í því. Sko, fyndið þú segir þetta, að því að Nuke, ef þú segir við mig Nuke og Ísland, að þá fyrsta sem poppar upp í hausinu á mér er playið þar sem Ofvirkur er hlaupandi upp á sælóinu hérna back in the day. Já. Bara að beita og vinnur rándið þar, þannig sko. Og þegar þú segir Dust 2 og Ísland að þá er það 3K sem Hundsi tók af shortinu back in the day sko, og mannst eftir því. Þetta eru 2 highlights sem bara hafa fyllt mér í síðustu 6 árin sko, þú veist, og bara eru standout. Þetta er svona, ég get lokað augunum og séð þessi play fyrir mér. Og þeir fá tækifæri til þess að klötsa á sinn undraverða hátt í báðum fyrstu leikjum kvöldsins. Algjörlega, Inferno tekið síðan út af Kano og núna hafa Ármann valið á milli Anubis og Ancient til að ákvarða hvað á að vera þriðja mappið í þessari seríu og mér finnst líklega að sko, þeir hafa reynda verið að pikka rosalega mikið af Ancient Skún, frábæra Ancient spilari í gegnum tíðina hafa þeir samt verið að vinna stóruliðin rosalega mikið í Anubis með allt öðru line-upið að sjálfsögðu, þú veist, Vargur í myndinni og svo framvegis. Þannig að já, Anubis pikkað. Þetta er skemmtilegt pool. Þetta er skemmtilegt pool, þetta er svona nýtískulegt pool. Dust 2 náttúrulega kemur inn í myndina fyrir ekki svo löngu síðan með ákveðnum breytingum og svo framvegis. Nuke reyndar, þú veist, hefur verið þarna í gríðarlega langa tíma og Anubis, eitt af þessum nýjum öppum sem er að koma inn og er bara tröllir í það senunni. Skemmtilegt samt að eftir að ég sá að ISO er inn í myndinni og það vantar til dæmis Finus, þá er ég smeykur fyrir hönd Ármanns. Hefði viljað sjá Anubis pikki í staðinn fyrir Nuke, en það verður áhugavert að sjá í rauninni hvernig þetta mun fara fram út af því að hérna eru þeir að fara að byrja CT main, Ármann. Bara sögum þess að map-pikkið er í höndum Kano. Ármann eru gríðarlega gott CT lið og eru með teamplayið saman, en aftur, það eru 2 nýju leikmenn. Það er svo krúsjál að benda á það að þessi 2 nýju leikmenn og Ármann, þeir þurfa að vera komni með spilatíma undir beltið. Það verður að vera til staðar. Það þarf að stilla svona lið saman og sérstaklega þegar þú ert að spila með sko gömlum hundum. Já. Þá eiga þeir oft til í að vera fastir í sínum ham. En við erum komin hérna inn í fyrsta rándið og það er bara farið að stað með látum. Mér sýnist Topaz er hérna 1 á 2 eftir, VJ og Skún, nýsnillin 2. Já, nýsnillin 2 og þeim bregst ekki bogalistin. Nei, vá. Við ættum bara að fá viðurkenningu frá stofnun Árna Magnússonar hérna fyrir þetta intro þennan leik. Eða þetta upphaf á þessum leik. Þetta upphaf, já. Já, við fáum óvilegið innan skams, en í mittiltíðinni þá er elgóðlega á Legion Bylenovo sem að styrkja þessu útsendingu og það er eina sem kemur upp, þannig að njótið við. Þetta eru frábær vörumerki. Já, Legion hafa komið mér á óvart, sko, sérstaklega lapparnir. Þeir eru alveg furðulega góðir. Við vorum með hérna 1 lappa í láni back in the day þegar við vorum að vinna síðast með Lenovo og það var alveg hérna geggjaður lappi sko. Og ISO, hvað kallar hann? ISO? Ég kalla hann bara ISO. Mér finnst það bara einfaldast, ég hef aldrei fengið útskýring á því. Hann talar ekki íslensku heldur, þannig að kannski gera það hans erfiðara. En skiptir svo mikið máli? Nei, bara einfalt ránd hérna fyrir Ármann. Hann talar ekki íslensku sökum þess að hann er af erlendum uppruna og býr erlendis og hefur alltaf búið erlendis. Bara til að hafa það alveg á kristaltæru til leikmaður sem spilaði með Young Prodigies á sínum tíma. Já. Hæ hundinni. Já. Það er skemmtilega nafnbreytingar.
Ég vildi sjá þetta. Við töluðum lengi vel þetta í frakkinu á sín tíma og hann ætti að breyta aftur. Þetta er töff. Það var að kaup hérna fyrir Kano og Topaz örvar oddurinn hér í sókninni, kominn langt úti á rauðagám. Þegar hann tekur fætið þar, finnur ofvirk á CT. Hvort að hann náist þarna, nei, Skún mistir af honum og Rufflu fylgir eftir VJ fallinn, 5 á 3 hérna að færa sig inn í main. Það einum hérna og þá lítur Ísla út hérna. Hyperactive kominn í rótiti, 2-2 akkurat núna. ISO með teamkill á low Topaz þarna og þá eru þið 2. Hundsi gæti átt frýtt fragg hérna. Býður átekta, skiptir í AK-in. ISO 1 eftir á móti 2 núna. Frábært flassa líka vininn. Og núna búin að droppa báðir inn. ISO droppar í ventið. Engin bomba nota bene. Þannig að, jú, bomba fyrir kefðu. Það er bomba á bakinn á honum. Já, vel gert að ISO hann átta sig á því að hann á við óöfureflega etja hann á sætinu og færi sér niður en það endist stutt gamanið. ISO hann one-tappaður af Hundsa og Ármann tryggir sér þriðju lótuna hér, 3-0 Ármann í vil. Nú hefur Hundsi verið að hasla sér völl í annari rafíþrótt svona undanfarið. Bara svona var að leika sér og var allt í einu komin í besta liði í PUBG. Allt í einu orðin betri í einni rafíþrótt heldur en í annari. Það er magnað. Ég er að segja, þú veist, þetta er náttúrulega bara same. Fyrstu persónu skollíkir, þetta er bara same. Já, þetta er svona gaur sem að hlýtur að vera rosalega góður í rosalega mörgum first person shooters. Já, bara þegar þú komið með svona ógeðslega mikinn tíma, þegar samhæfingiðinn, þú veist, þegar í rauninni sko samhæfingiðinn er orðin eins og sért að gera hlutina í alvöru, en ekki í einhverjum stafrænum heimi, þá getur þú bara farið inn í hvaða leik sem er. Þessi grensa, hún er góð en rífur ekki smókinn á þann hátt sem að VJ vildi. Nonni tekur bara slætið með 2, leitar að þriðja á CT, ofvirku með vappan þar. Loksins nær að svara og Hyperactive gerir vel í control-rúminu á 2 þarna. En nær ekki þeim þriðja. Bissur konur á bakið, hins vegar á Kano mönnum og leita að fyrsta rándinu sinu. Já, 2-2 núna og í alveg skemmtilegri stöðu til þess að klára þetta. ISO þarna að planta, spurning hvort að búist við. Einhver leikmaður er komin í double, Rufflu er að halda T-inu og báði leikmenn í double akkurat núna. Einn komin upp í radio og ISO með ofvirk, þá er það Skún, 1 á 2 hér, hann finnur ISO. En Rufflu lét hann heyra í sér, hann veit að Skún er núna farinn af stað en hann klárar þetta, hann Rufflu, fyrsta lotan, komin á borðið hér hjá Kano. Styrtilega gert hjá Rufflu þarna, spila bara tíman, spila off-angle og leyfa Skún aðeins að svitna þarna. Og þetta er hálfkaup sem að gengur hjá Kano og setur Ármann beint í spar. Já. Það búin að vera duglegir að saksa niður leikmenn Ármanns, lóturnar á undan og peningurinn ekki góður. Eða virðist vera force hérna Ármanns megin og VJ er á M4, það er vappi á ofvirk en svo erum við með 257 og eina MP9. Spurning hvort að þeir munu ná að vinna þetta ránd eða hvort þeir munu koma til með að sjá eftir þessum kaupum hér enda staurblankir inn í næstu lótu ef að þeir tapa þessu. Já, það er nákvæmlega þannig. Topaz komir þetta inn í íþróttahúsið, VJ kom með opnun, það er að gera geggjaðan skaða en það er bara kannski ekki nóg. Þetta var bara eini riffillinn í liðinu. Núna er spurning, geta Kano menn lesið þetta rétt? Geta þeir farið á rétt sæt? Þeir vilja forðast það að labba inn í einhvers konar stakk með þessum pistolum og þeir ákveða að fara heaven-leiðina hérna upp á A og það er þá hver Hundsi inn á sætinu til að taka á móti, býst ekki við þeim. Ofvirkur núna fyrir utan main með vappan að reyna að gera eitthvað. Skún kemur inn í gegn Squeaky. 3 á 3 fyrir þetta retake. Skún skiptir í AK-in, Hyperactive inn í gula. Hann verður að taka kontaktinn og leyfa Skún að taka einhvers konar secondary en Rufflu og Topaz ná 2 hröðum og þá verður það round nummer 2 sem að gæti breyst í númer 3 sökum efnahagsástandsins, verðbólgu og allt þannig. Það er gjaldeyrisöft á Ármannsstrákana. Nei. En myndi segja sko
risastórt fyrir Kano að ná þessu rándi að tapa þessu ekki að hann tilbaka. Það hefði verið ákveðið ákveðið högg fyrir þá ef Ármann hefði fengið að láta þetta kaup gangu. Núna bara deglur, engin armor og bara ein uspa á Hundsa. Þannig að þetta ætti að vera auðvelt ránd fyrir Kano en við höfum séð hlutina fara á verri veg og sérstaklega þegar ofvirkur að hitta svona skotum. Já, Nonni fekk þarna óþvegið skot í fésið á sér, borga fyrir þessa double deglu sem hann náði í rándu númer 2. Það var ekki 3 fyrirgeðu. Tópas hins vegar nær ofvirki niðri og tökum við til því að Kano, þeir eru með eina leið og það er úti og þar ætla þeir að búa til rándi sín. Já, þeir eru búin að vera mjög duglegir að fara úti, annar rándi í röð sem við sjáum að fara alla leið hringinn og í hell, en þá er Hundsi komin í bak. Hann er með eina riffilinn sem þeir eru búin að taka upp, Hyperactive búin að taka rifflu, lágan líka hérna í hell. Nær að bakka niður rampinn og núna eru Kanomenn í ákveðnu vesinni hér. Hundsi er að halda útisvæðinu og Iso er að leiða inn í gegnum main. Spurning hvort að Papo hafi séð Hundsa þarna, ég held ekki. Ekki með því hvernig hann brást ekki við þessu á neitt hátt. Skún skýtur hann á nokkrum skotum en 4 komnir. VJ! VJ er kominn og Ísonar inn tilbaka þarna en núna ferðaði bara að ná frökkunum. Tíminn er að renna út, 3 til að mæta, allir úti. Hundsi fallinn, það er riffillinn farinn, Iso með Hyperactive líka og þá er það bara VJ. Ruflu þarf að komast inn og þetta skot, það tengir hjá VJ. Næstu því bara að fella Ruflu á leiðin inn og nær síðan Iso 1 á 1. VJ, engin armor, 62 líf, móti 24 HP og full armor hérna frá Ruflu. Þetta var snirtilegt skot hjá Ruflu. Og já, það er ekki eins og hann hafi ekki verið að hitta einhverju fallegu skoti, allavega ekki á svipriðinum. Nei. Nákvæmlega þannig. Mjög tæft ránd. Já, Hundsi með frábært playerinn í baki, nær einum, bara hitta ekki skoturinn sínum, hérna 4 á móti 3 og í kjölfarið, krækjaði ránd. Eins close og það er, þá skiptir close engu máli þegar þú ert komin í þennan leik. Nei, eins og vinur minn Dom Toretto. Já, sagði, it doesn't matter if you win by an inch or a mile. Winning is winning. Það er nákvæmlega þannig. Það er bara þannig. Það er bara eitt lið sem fekk punkt á borðið í þessari lotu og það var Kano. En þá eru rifflar komnir aftur í hendurnar á Ármann og lítið af stöffi samt. Það eru 4 flöss þarna og þetta er síðasti smoke sem að þeir hafa yfir að ráða í þessari lotu. Breyta taktíkinu örlítið og fara núna á rampinn. Hyperactive nær þarna einum, er að leika sér örlítið en hann ætlar ekki að bakka niður, hann ætlar að fæta þetta. Hyperactive með 2, gerir skaða á Ruflu, hann ætlar að halda áfram að fæta en nær ekki 3. Rótið þinn sem að komi niður. Ofvirkur með 2, glæsilega og þá er Tópas 1 eftir. Tópas 1 á móti heiminum með bombun á bakinu vissulega en rótitið er komið niður, það er búið að boxa hann inn og hann þarf að finna einhverja leið úr þessari prísund, fragga sig út. Leikmenn Kano bjuggust á engan hátt við því að Hyperactive myndi hanga þarna. Nei, bara enga veginn. Þeir voru alveg búin að ákveða að hann væri farin. Þetta er það sem við gerum rosalega oft náttúrulega. Við bökkum bara niður, Skún challenge smókin þetta, nær að halda lífi. Tópas ætlar að challenge þetta, Skún biður hjálp en Tópas, hann gæti verið búinn að finna einhverja leið í kringum finnur Skún líka. Þvílíkur eltingaleikur. Reynir að finna hérna leikmann númer 2, hásbreyt frá því að finna hausinn á Hundsa og þá þarf VJ að koma í hjálpina því að þetta er orðið vesen fyrir Ármann. Svingar þetta beint út. Að klára kúlunar. Hundsi, nýtir tækifæri á rífrakkar þarna. VJ svingar leið út, þessi aggressífi stíl á honum klárlega að borga sig en Tópas hásbreytt frá því að sigra þetta ránd og tökum við til því, þetta er á besta mögulega hátt sem að Kano gátu tapað þessu rándi með 1 á lífi frá Ármann. Já, halda peningnum niðri og risastór þrós á Tópas þarna, hann dró bara þetta
þessa sirpu einhvern veginn út úr afturhendarnum á sér upp úr þurru og gerði allt rétt hana. Hann einangrar bardagana sína, hann vinnur þessa fyrstu 2 en óheppin. Maður sér virkilega hvernig Dusty sá að þessi leikmaður gæti verið one for the future. Já. Og ég vil meina sko Hundsi og VJ gera þetta líka mjög vel. Við megum ekki taka það frá þeim. Það hefði verið mjög auðvelt fyrir Hundsa að taka bardagan. Já. Og bara swinga út þarna og ekki sýna þessa þolinmæði og bíða. En núna er ofvirkur í Secret og hann er að fara að fá allt upp í hendurnar hér. Næst hann bara einum. Ná að klíra lobbið út og vita þá hvar hinir 2 eru. Rótið komið það niður. Skún að þarf að tjansa með MP9 nær fyrsta. En Iso nær Skún þarna standandi í mollanum. Og tafinn þarna cirka 1,5 sekundu. En aftur, Ármann eru búin að boxa hann inni. Og Hyperactive verður bara að taka hann að fætt og gerir það. Finnur hausinn og 5-3. Skjótt skipast vindar og Ármann komnir í þægilega stöðu núna. Peningurinn byrjar að byggjast upp, hægt að droppa á ofvirk á meðan, já, það er skýta hagur hjá Kano akkurat núna. Já, svo sem góða fréttir að peningurinn er ennþá ekki komin í eitthvað frábært stand Ármannsmegin og mun líklega ekki gera það nema þeir ná að loka núna bara fleiri rándum í röð, sérstaklega með fleiri á lífi. Þannig að það er alltaf þetta tækifæri fyrir Kano til að klóra 2 lotur hratt tilbaka og þeir þurfa svolítið að spila upp á það tækifæri núna. Hálfleikurinn orðin langt á veg kominn og bara 3 tækifæri, 4 tækifæri afsakið hér fyrir Kano til þess að fara að klóra fleiri lotur á kortið. Rosalega aggressífur þarna. Hundsi skilur Skún eftir á gólfinu með rosa lítið. Einungis 1 leikmaður með armor í liði Kano og það er Iso með lítinn armor. Gæti fengið hérna gefins A-kókt sem hann fær. Eina sem make a sense. Low buy og þessi armor gæti heldur betur skipt sköpum hérna. Nonni! Frábært skot þarna og Hyperactive búinn að dansa þarna sama dans aðeins of oft. Og endanum þá kemur hann til með að býta hann í rassinn. En þetta skot frá Papo og ofvirk í single líka. Deglurnar að syngja hér í þessari lotu fyrir Kano og P250. Já, P250 og Nonna kemur þarna svingar út rampin. Easy frag og hér er Ármann bara að taka. Þurfa að býta í það súra epli að halda þessum vélbúnaði sem þeir eru með á bakinu og í beltinu. Því að það er erfitt að kaupa og þetta er nákvæmlega það sem að þú spáðir Kano. Það þarf svo lítið til, þeir eru búin að gera þetta áður. Þú verður bara að virða peningin og skambissunar í þessu leik. Það eru líka byssur. Það er bara þannig. Það er líka byssur. Það er bara, maður vill oft láta eins og skambissur séu bara eitthvað rusl. En það eru líka byssur og eins og P250, hún getur bara gert fílingaskaða. Og við sáum það þarna, sérstaklega á móti CT-liði sem maður kannski er ekki að kaupa headarmor. Býst ekki við púsinu og það er bara það sem við sáum þarna. Frábærlega gert, Nonni með virkilega gott skot og ég verða að setja kannski aðeins út á það hjá Hyperactive. Hann var búinn að taka þetta sama play sem hann tekur fyrsta kontaktið, droppar niður, hoppar síðan upp á kassan og er tilbúinn að annarkvort henda einhverju stöffi og droppa síðan niður rampin og hörfa eftir það. Og hann bara gerði það einum of oft. Það er bara ógeðslega létt að pre-aima þetta angur. Það er hlægilega létt. Leður nú sjá hann gera þetta 2 3 að þá kemst ekki upp með að gera þetta aftur. Og vel gert hjá Kano að gera það adjustment. Annars farið sem þeir vinna hérna. Nonni grensaður ágætlega vel niður hérna af ofvirk. En 2 leikmenn lágir og ennþá lægri verðaðir. 11 HP á Nonna núna. Ég ætlaði akkurat að fara að spyrja þig. Af hverju sjáum við ekki fleiri svona góða spilara spamma akkurat þennan vegg? Já, það er bara nákvæmlega, þetta er ekkert gert úr einhverju hágæða steypu. Þetta er vel hægt að spammi gera með það. Þeir eru bara virkilega krisp þarna og Skún er í vandræðum. Skún er í alls konar vandræðum. Já, það er ekki að grena á leikmenn sikkur megin við hann en Hundsi gæti fundið Papo hérna. Gæti gert það að svinga síðan út
og já, hann fær ekki mikið fyrir sig. Þarna Ísó spottaður út og 5-5 staðan aftur. Þetta er bara, Og þetta spar, er jójó. og spar á ormann. Þetta er eitt stykki jójó af leik og Kano spila frábæran terrháleik hérna þrátt fyrir smá vesen. Þá er þeir að koma tilbaka á, já, ég verð bara að segja 5-5 akkurat núna, gæti endað í 6, jafnvel 7 fyrir Kano. Þú hattar ekki að fara með 7 lótur úr térliðinni á núk. Ég myndi elska það. Það er bara frábær árangur. Bara það að vera komnir með 5 á borðið er rauninni meira en þú getur beðið Já. að staðaldri. 5 á borðið og peningurinn hjá andstæðningunum mínum er hræðilegur. Hann Bara, er ég veit í ruslinu, sko. Það er bara $16, $17 og það á að vera einhvers konar lobbykröns þarna rólegt, en hann Nonni sér megnið af því 4K og Nonna þarna og síðasta frakkið fer á Papo. Skellir hlægandi fyrir Papo inn í round númer 12 eða lótu númer 12, höldum okkur í íslenskunni hérna, og þetta lítur bara ansi vel hérna fyrir Kano. Að sjálfsögðu minnum áhorfundur á það, þetta er map pickið hjá Kano. Þeir voru með sterkt T-side, vænti maður allavega í sínu map picki. Já, þurfa alveg að bakka það upp á sér til hliðinni líka. Við höfum alveg síðan núk stundum spilast svolítið á momentum og Kano má ekki láta það gerast að þeir skipti yfir í sér til hliðina og glutri þessu niður hérna, en Hyperactive komin í baki og Topaz hérna og það er bara allt lobbyið að hrynja. Allt í einu 5-2. Alveg hrunnið og já, Ísó allavega heldur sínu lobbyinu. Þarna hvar eru headphonein á Hundsa? Sko, ég held að Hundsi hafi mögulega haldið að hann væri inni. Já, hann væri búinn að droppa það. Já. Leit svolítið eins og hann væri að horfa, leit svolítið út eins og hann væri að horfa þar, en bombaðan fallin hérna. Það er meira stöf til þess að haldinni. Það er 1 molli og 1 smókur í viðbót, geta tafið alveg töluvert lengi. Og spurning hvað leikmenn Kano vilja gera hérna. Hvað vilt þú sjá þá gera í þessari stöðu, Tommi? Viltu sjá þá bara strauja inn 2 í gegnum lobbyið, eða eiga þeir að leita einhver upp á þakki, reyna að komast inn í gegnum main, eða hvað viltu sjá í þessari stöðu? Ég myndi vera eins og Ísó er að leita hvort það sé að fara að koma í bakið, þess ég myndi fara bara báðir í gennum meini. Það er stutt í að planta bombunni, fara bara 2. Þeir eru búnir að fá 1 alveg út til að committa, sjá hvort einhver sé að fara að koma í bakið á þeim. Tímasningin er góð og hér kemur örlítið jú til Hunsa smókin, ruflu með endrið, en Hundsi svarar þarna leið á 2 og þá endar þetta 6-6. Frábær niðurstaða ef ég væri alveg fullkomlega hreinskilinn fyrir Kano. Já, þú vilt ekki fara með jafnan hálfleik úr sér til hliðinni á núk, það er bara þannig. Þú vannst pistol, sko. Þú vannst pistol og second og third og byrjaði síðan að tapa. Já. Tapaði 3 í röð, vannst 2, tapaði 3 aftur í röð. Já, verður bara að segjast að það er 1 lið inn á þessu server akkurat núna sem átti betri gunnátt. Já. Og unnu líka 2 force-up, já. Það var áhugavert að sjá hvernig þetta spilast núna þegar að liðin hafa skipt hlið og það er pistólandi hér í seinni hálfleik. Inni virðist vera playið, VJ kominn út, hann einhvern veginn hoppar og þræðir sig þarna í gegn, kominn á Tetris, finnur mannin upp á hött. Það er Papo, hann er fallinn og VJ heldur áfram að leita, sér Nonna upp í heaven, tekur út Topaz og plantiði niðri. Plantiði niðri og þeir gera sér ekki grein fyrir því alveg strax. Nonni byrjar að kommunikata til síns félaga að þetta sé nú örgulega niðri. Frábæla staðsettur Hyperactive nær fraggi og VJ klárar þetta. Fallegt round frá VJ með 3K í pistolrondinu. Þetta var bara, verð ég að segja, eitthvað besta exit sko út úr hött sem að ég hef séð í mjög langan tíma. Þetta er movement masterclass. Já, það var maður bak við Silo sem að bara ef að VJ er hálfri sekúndu lengur að koma sér þarna fyrir hornið þá fellur hann. Þannig að vel gert hjá VJ, setur þessa lóti svolítið á bakið og Ármann búinn að vinna bæði pistólinn og þá er spurning, ná þeir að láta það duga. Nonni kominn langt hérna út ásamt fleirum
Það gamla góða röst úti og Nonni finnur 2 og var alltaf eitraður á þessu pistlum, Nonni! Þrykja á honum, þarf Ace til að sigra þetta ránd. Ofvirkur kominn aðeins lengra en Nonni bjóst við. Hún er að bjarga þessu fyrir horn, en þetta voru uspur. Þetta voru uspur! Þetta voru uspur, þeir fella 3 leikmenn sem þýðir það að þeir eru að hafa neikvæð áhrif á efnahaginn. Það er ekki 3 byssur sem að lifa inn í seinna, heldur 3 leikmenn sem þurfa að kaupa sig upp. Það þýðir að meiri hluti leikmanna er að eyða öllum bankana sínum í þessari lotu og það aftur setur upp þessi hröðu comeback frá Kano. Það sem að þeir allt í einu bara strengja saman einhver 2-3 lotur að því að virðist upp úr þurru. Nákvæmlega, og hefja atlögu sína af því nákvæmlega núna. 8-6. Ef við værum í einhverju stadiumi núna þá væri Pappo byrjaður að skjóta ofvirk í gegn. Já, bara 100%. Þetta er svo mikið löglegt svindl. Það er bara þannig, VJ spurningur þá við séð í lappina á leikmannum í kringskúr. Pappo allavega sá ofvirk koma út svík í Rufflu með 2 úti. Stíla gert hjá Rufflu, alveg þá til að var það ekki. Og ná loksins entríinu úti og hafa smá plássina til að aðtapna sig. Ótaði leikmannan og Siki, vilt spray, Iso gerir vel, snirtilegt 2K og þeir koma tilbaka strax í fyrsta gunnándurinn sínu og setja erfitt val fyrir Ármann hér. Sjáðu bara pening. Bara ömurlegur. Þú bara átti ekki að tapa þeim leikmönnum á móti uspum rössandi úti. Nei. Dálítið mikið þannig. Það er bara, þetta ránd nummer 2 er það sem að stilla, er að gefa Kano, myndi ég búast við, 8. rándið sitt hér í leik. Það er að vísu, ég meina það er skátt og það eru deglur og við sáum Kano vinna 2 svona lotur sín megin á térhliðinni, þannig að spurning hvort að Ármann geti leikið það hér eftir og mögulega þurfa þeir að gera það ef þeir ætla að vinna þennan leik. Algjörlega. Vilt spray hjá Hundsa á Rufflu en endrið komið. 4 eftirlifandi og þeir ætla að koma ofvirk hérna í einhverja bósu til að, nei það er Hundsi sem tekur skátinn, skiptir hérna við ofvirk og leyfa honum að nýta hann. Leyfa Hundsa að nota skátinn, nota hennar skóp og þetta long range til að finna einhverja bardaga sem að gætu skilað einhverjum skaða. En hann kemst í íþrótta. Nonni veit á honum og já, hann kom með 2 augu á sig. Væri bara mjög valuable hérna að það myndi bara halda lífi. Já, hvernig er enginn búinn að skjóta? Ég skil ekki neitt. Ég bara veit það ekki. Hundsi kom með M4 og hérna getur hann bara gert sér stóran með því að bara bíða. Bara bíði, vita hann er í íþrótta. Það er óþægilegt. Þeir þurfa að eiga við hann eða alltaf eiga vona honum í bak. Já, núna verður þetta retake 3 á 5. En það eru rifflar á móti pistlum. Hvernig geta þeir látið að virka? Pappo búinn að finna 2 en ofvirkur svarar. Hyperactive inn í radio, ofvirkur baka silo og þeir breyta þessu hálfkaupi sínu í sigur. Og þetta er lykill fyrir Ármann. Þessi AK sem að Hundsi keypti náði öllum fröggunum í þessu rándi. Hundsi byrjaði, droppaði síðan á ofvirk, hann nær 4K. Já, það var 1 M4 kill, er það ekki? Já, með 4K hann ofvirkur. Já, ok. Það var bara litla. Litla? Já, bara litla. Það er náttúrulega bara geggjað. En allt í einu lítur leikurinn allt öðruvís út, Tommy. Já, núna... Þetta bara, við hefðum getað verið að horfa á 8-8 og Ármann þá loksins að fara í kaup, en núna eru Kano bara komnir í vesend með peningi sinn og þurfa á þessari lotu að halda. Algjörlega. Og Tópas ætlar að leita hérna í gennum trófí, skungir vel og nær Tópas. Og VJ með Rufflu, rampurinn er galopinn, þeir grípa tækifærið með báðum höndum og eiga hann alveg skuldlaust. Neyðir Kano að þurfa að rótita það niður, Iso kominn í control room og það er ekki klíraðan út, skún fellur, þá vitar hann af M4-unum þar, VJ svarar, vitar hún að hinum 2 báðum, vitaði komin yfir vendið, þurfa bara að bregðast við því með 1 stykki Molli, Molli er góður. En þeir splittast upp hér, Hyperactive gerir vel, nær Pappo út og þá er Nonni fastið fyrir aftan Molla í single, bomban komið niður og hann hausaður 29 HP á honum, þetta er ógerlegt hér.
Já, alltaf því VJ að fylgjast með single. Nonni samt velur rétta línu til þess að komast hérna óséður inn í Astralis. En hann er með 2 leikmenn til að finna og ekki mikið tíma til að finna þá og VJ gerir þetta snirtilega. Ármann 10, Kano 7 og það er farið að styttast í annan endan á þessum leik og þetta heldur svona áfram. Kano komnir í spar hérna og þurfa að fara að taka á hann stóra sínum. Algjörlega Pistols keypt núna, við höfum síðan virka áður 3 svar. Já, ég skal telja þetta usbrond með. Já, þú veist, horfandi á peningin Ármannsmegin væri risastórt ef að Kano að fella 3-4 í þessari lótu. Enda stærra sjálfsögðu vinnana en 3-4 fallnir, það ætti að vera markmið og þarna fyrsti kominn, það er Hyperactive, fellur á rampinum. Það er ofvirkur síðan í ískur sem fellur og fullt af skaða komið núna á liðið en Hundsi fórki á honum, leitar af ásnum, þarf að gera það snirtilega með einhverju single en það þarf bara að setja aðeins meiri pressu á þarna. Svo þarf að búast við mann í bakina. Þú hefur ekki allan tíman í heiminum. Þú getur ekki bara hort inn í lobby allan þennan tíma og ekki búast við mannum í bakina. VJ aggressífur, fljótur í lótið, kemur honum á óvörum hérna og lokar þessari lóti fyrir Ármann. En Kano gerðu það sem þeir þurftu að gera, Tommy. Þeir náðu 3 fellum. Og ef að það er tap núna hjá Ármanni að þá myndi þeir öllum líkindum taka spar af því að þeir eru með þessar 4 lótur í buffer. Já. Og það geti þá að gefa Kano mögulega allt upp í 9 sem að er töluverður svona, hvað getur þú sagt, svona móralskur búst og röflu alltaf stúður svona flaskunni þarna. Og þetta var ógeðslega snirtilegt spraytransferi á skún. Þetta er nákvæmlega það sem er þekktu fyrir Hyperactive nær þá Papo inni og þá er Topaz 1 eftir. Þetta er upp á 12. rándið. Map-pointið. Vá, hvað þetta var fallegt hjá skún. Það var fáránlegt, Tommy. Það er svo fallegt að horfa á þetta. Það vantar eiginlega eitthvað þema undir þetta. Það eru 2 leikmenn hérna í hött. Ofurkur fyrir utan hött svo sem á Tetris. Finnur Topaz og 12. rándi komið á stigatöfluna fyrir Ármann. 5 lótum yfir og 1 lótu frá sigri hér í fyrsta mappinu og í map-pickinu hjá Kano. Seta pressuna strax á ungu strákana í Kano. Það er erfitt að vinna Ármanni núg og maður hefði getað sagt þetta svona fyrirfram að þetta væri kannski ekki mappi sem að væri vænlegasti vinnings. Ég hefði vel getað séð önnum upp sem að Ármann hefði verið ósáttur með að mæta í. Já, og núna sjáum við aggression úr Kano, Ruflu, fer þarna á rauða, finnur bara 1, VJ samt búin að missa bombuna á bláa og þá er Nonni og Ís og mættir og það er bara þurrkað upp liði hjá Ármanni á 1, 2 og 10 og loksins virkaði árásarkyrnin á CT-liðinni hjá Kano. En er það of seint? Það er spurningin. Bankinn er uppbyggður akkurat núna, það er pláss fyrir 1 kaup enn og þarf ekki meira en 1. Skún droppar hann að vappa yfir á ofvirk og hann ætlar að fá að leika sér örlítið með hann þannig að þetta gæti ímynda mér væri örlítið hægara default hjá Ármanni akkurat núna heldur en það sem við höfum verið að sjá mikið úti en þeir hafa rosalega mikið verið að taka bara við árásarkyrninni hjá Kano í staðinn fyrir the other way around eins og maður segir. Já, virðist vera hægara ránd hjá Kano líka í þetta skipti. Skún sést hérna á rampinum, Topaz droppar niður, gefur stjórnina á rampinum yfir til Ármanns, Ruflu, bakka bara alla leið út á CT og þetta er alltaf greinilega ekki að berjast fyrir þessum hluta af kortinu. Gæti hins vegar opnað hana fyrir flóðgátt ef að passa sig ekki nógu mikið, tökum eftir overrotatinu niður. Það eru 3 leikmenn, 1 var að koma upp mentið akkurat núna, það er Nonni. Og sést líka Hundsi sér hann inn, veit að hann er nýkomin upp mentið. Ísó séður en Hundsi nær ekki frækinu. Nonni með Hyperactive, Nonni með ofvirk. VJ loksins er að svara en Nonni þarf bara að halda lífi hér og gerir
einstaklega vel. Þessi leikmaður hefur hins vegar verið að þróast í gegnum senustu leiktíðir. 4K á honum og Fragg hæðstur í sínu liði. Pældu aðeins í því að mæta bara inn á server, bara með Nicky Nonni Já. Og bara smetla í 4K. Já. Það er bara grjóthart. Glerhart. Það er bara í alvörunni nett, sko. Það er bara, hvað gæi var með svona mikið vesinnan í Kano? Það er Nonni. Já. Það er bara, þetta er ekkert eðlilega hart, sko. Sérstaklega þá svo með, sko, 1YZ0, alveg, sko, Rufflu, Tóp, Nonni. Já, Nonni. Rufflu er náttúrulega líka nett. Það er bara spiklun á, ekki spiklun. Er þetta ekki spiklun? Jú. Spiklun. Glokkaður hérna. Hyperactive, 1 eftir. Nær fragginu, gerir þetta 1 á móti 1. Það er vappi á Rufflu. Hann á smók. Nei, hann á molla, fyrirgeðu. Já, Rufflu situr samt á bombunni, þannig að það er ansi mikil vinna eftir fyrir Hyperactive í þessari lótu. En hann hefur allan tíman í heiminum, mínúta og 10 sekundur eftir á klukkunni. Rufflu, já, hann gæti verið á bakfætturum hérna, gæti verið að hann sé bara slaka á inn í viðbyggingu eftir að hann pussi. Rufflu byrjar að gera sig grein fyrir að það gæti verið nákvæmlega sem er að fara að gerast og er komið með augun á trófi eða radio og þaðan kemur hann nákvæmlega núna og Rufflu fyrir fraggið 12-10 en já, fröggin voru 4 og skaðinn gríðarlega góður en aftur, það er bara ekki nóg, við erum komin svo langt inn í leikinn, þeir geta keypt hérna út. Já, að verða léleg kaup í næstu lótu ef að Ármann tapar þessu og þá góður séns fyrir Kano að knýja fram jafnteflið og setja okkur í framlengingu hér í þessu fyrsta mappi og ég veit ekki hvað það er en mér finnst bara allt öðruvísi að sjá Kano þessar síðustu lótur hérna á Cityleiðinni. Þeir eru búin að spila sig inn í leikinn. Já, einhvern veginn meiri þægindi í þeim í þessum stöðum sem þeir eru að taka. Það er enginn úti og það er bara keyrsla inni akkurat núna og það er allt að gerast 1, 2 og 10 VJ hleypir bara hringinn og finnur Papo og efri bombstættin er fallinn Iso og Rufflu var það ekki? Nei, Iso og Topaz upp í heaven Rufflu og Nonni í main Topaz búinn að finna 2 Hyperactive 1 Hyperactive bara allt í einu 1 eftir Topaz með glæsilegt spray hérna, klára þetta. Það er 12-11 og Kano í dauða færi hérna til að sigla okkur inn í OT. Því náðu ekki að lýsa hvar leikmennir voru staðsettir í retakinu áður en að 4 voru fallin. Sko. Já, þetta gerðist rosalega fljótt. Þrátt fyrir það að þeir voru búin að jútila upp í gulastæðan og smóka út viðbygginguna, þá fjalluðu bara ótrúlega hratt. Já. Við kíkjum aðeins á stigatöfluna hjá liðunum VJ að leiða ármenninga hér 20 fellur, búin að falla 15 sinnum þar á eftir er Hundsi með 16 Skún og Ofvirkur með 15 á mann og Hyperactive síðastur með 13 ansi bróðurlega skipt á milli sín þarna engin eitthvað að draga lappirnar mjög mikið ef við kíkjum Kano megin að þá er það Nonni sem er að leiða vagninn Nonni sjálfur, þar á eftir Rufflu einu fellu og eftir honum með 19 svo Iso með 17, Topaz með 16 og Papo rekur lestina með 11 Papo ekki búin að vera svolítið ósýnilegur í þessum leik búin að eiga eitt gott play sem að ég man eftir en ekki leikur sko, ég venjulega býst við meira frá Papo Já. Ég býst við honum allavega í 15-16 hérna en ekki búið að gerast hinga til þessum leik allavega en tækifæri til þess að fara í OT hér og það er strattaround sem er að koma út úr ormanni. Það er timeout, það er búið að tala sér verið saman, 2 mökkur, 2 galílar og 1 tech 9. Ég hef nú bara tekið timeout til að ræða hvernig við ætlum að kaupa inn í þetta round. Þetta var svo vilt kaup. Allt út allt einhvern veginn. Senda hins vegar 1 út, Ofvirkur að brjóta ískur akkurat núna sem að þá smúka inn í hurðina. Hrættir við þetta Ofvirkur sé að fara að komast út og niður í vendið. Það er ekki alveg það sem er að fara að gerast þetta flass feilar í honum en inn á rappin skundaðir 2 komnir niður í rótiði hins vegar og já, Ofvirkur gæti eignast hitt ekki vendi hann hitt ekki vendi, Nonni nær honum og Iso og Topaz loka bombstættinu niðri hún er að finna alla nema Hyperactive og það er framleiking hér í leik nummer 1
í kvöld, Tommy, það alvöru veistla í gangi, Kano kemur með þvílíkt comeback þarna eftir að Ármann tók, myndi ég segja, frekar örugga fórustu 12-7. Eins gott á sem búin að stimplaði inn ólið, þetta verður litla kvöldið hérna hjá okkur. Rólegt og romantískt, ég held nú ekki. Það verður stuð og stemning. En fyrir þá sem að vita ekki hvernig overtime í Counter-Strike 2 virkar, það eru 3 lotur í sikkur sætinu, fyrstur upp í 19 sigrar og þú byrjar með $12,000. Þú gast keyptir einbýlishús fyrir þetta árið 1940. Já, gast keypt ansi mikið fyrir $12,000 árið 1940, skal ég segja þér. En Rufflu hér fer lóðbeitt í stóra prikið, Hundvi ofvirkur og hver er það sem fór hann upp á sæla, ég sá það ekki. Það er Hyperactive, þeir eru að reyna að ná stjórninni úti, VJ og Skún halda inni. Það verðt að reyna þetta, lætur samt vita af sér að hann sé framalega, setur smá pressu á leikmanni sem er að halda lobbyinu. Það komið pús annar stað frá akkurat núna en úti virðast þeir vilja ná. 2 í lobbyinu, 3 úti. Leifa ofvirka að vinna með hann AVP. Smókur fyrir viðbyggingu. Er bíl í þessum smóka? Nei. Lítið sem ekkert, en Nonni heldur áfram að krækja í frökkinn. Hyperactive, komið smá pláss hérna, nær fyrsta niður, en þá getur ykkur verið að koma í bakið. Ofvirkur heldur því, finnur ekki frakkið á Nonna og þetta var stórt, þetta hefði jafnaði liðum. Og þetta núna allt á herðum Hyperactive og Hundsa. Nonni risastóraðna. Tímasetning! Tópas býtur í vöruna þarna! God! Ég á ekki orð. Bara í Counter-Strike, Tommy. Bara í Counter-Strike. Þessi tímasetning var rugl. Þetta er svo sárt. Þetta er svo ótrúlega sárt. Það er spurning hvort það hafi opnað ískurhurina. En við erum báðir að horfa á hana. Nonni með vappan og krækir í fyrsta rándið fyrir Kano í overtime. Þetta klúðraða vappaskot var ógeðslega dýrt, ógeðslega fljótt. Já, og Nonni bara gerði allt í þessari lótu. Hann púsar lobby, klírar það, veit þá að þeir eru ekki þar og nær ofvirk síðan þegar hann er á leiðin tilbaka. Þetta bara, Nonni á þessa lótu bara nokkuð skuldlaust. Allir hinnir bara gerðu sitt, það var Nonni sem bjóð til þetta tækifæri. En þá er það lóta númer 2 hérna í framlengingunni, 13-12, Kano í vil. Og aftur eru það kaup að sjálfsögðu eins og við erum vanir að sjá, eða vön að sjá hérna í seinni lótunni. Skún hleypur þarna, engin smoke, en Hyperactive búinn að koma sér framlega stöðu og spurning hvort að ISO gerir ráð fyrir honum þar. Sér samt Skún í kredit og nær honum þar. Bakkar allir inn á CT, ISO nær Hyperactive líka. Þurfum núna að vera með 2 byssur bara á ISO og þetta opna fyrir Nonna. Papo komin í hjálpina, nær VJ. Allt þetta er bara einn leikmaður búinn að skapa og það er ISO með þessu playi frá Seedspawni og City Stairs. 14-12. Þú varst ekkert að grínast? Nei. Með ISO og Nonna? Já, þetta eru bara tip-top leikmenn. Notabene, ég held að við höfum séð Nonna í fyrsta skipti í IA-line-upinu sem að kom upp úr annarri deild ef við minnum rétt. Ég held ég sé að muna þetta rétt og síðan allt í henni bara varðan geggjaður. Bara spratt út eins og fagur lítil orkidía. Já, þetta er bara frábær leikur hjá honum núna og eins með ISO. ISO búinn að spila virkilega vel hérna. En þá er það síðasta lotan hér í fyrri hálfleik framlengingarinnar. Tópas gerir það sama og hann hefur verið að gera, droppar rampinn, mollar hann og bakkar inn á B. Og áfram halda ármenningar að herja á neðri bombsætin hér. Ármenningar sem eru þremenningar reyna að koma sér það niður. Komið glæsilegt skot en ennþá eftir að finna Tópas eiga vita að hann er einhvers staðar að fela sig. Nær samt frakkinu á einn og særir annan niður lágt. ISO 1 á móti 4 veit svona nokkurt veginn að það ætti að vera allavega 2 ef ekki 3 niðri. 4 var að droppa niður vendið akkurat núna og alltaf að reyna í það. Þeir vita ekki á honum. Á svo sem ekki að vera sjokker, hann er rotate-spilar, hann hefur verið á Seedspawni en svo sem geti komið og vendi
og er spottaðir út núna. Já. Geta bara að spila tíman, fær allt útfylgið sem eftir í beltum ármenninga. Og VJ klára þetta 14-13, mjög nauðsynlegt round hér sem að Ármann krækir sér í. Núna þurfa þeir bara að vinna öll sítilandi sín til að sigra, en Kano, já, þeir þurfa bara 2. Já, það svo mikill munur að ná þessu eina rándi tilbaka og þetta svo sem það sem þú myndir búast við. Bara 9 af 10 skiptum þá býstu við því að þetta fari 2 ránd C-tímiðin, 1 ránd T-miðin ef að T-hliðin nær þá einhverju rándi og ármenningar þarna, það hefði ekki mátt vera tæpara fyrir þá, þeir náðu í 3. og síðustu lótunni í hálfleiknum en núna nýr hálfleikur, þeir eru komnir á C-hliðina og þeim leið vel á C-hliðina. Já, þeim leið bara par excellence. Þar 6-6 er samt báðu megin, knýið frá overtime. Hyperactive gæti verið í smá klandri hér fyrir framan smókin og 2 taka mótunum. Þá Skún, hann á miðju gólfinu, þetta óþægileg staða, nær einum en ekki fleirum. Hundi nær aftur ekki 2 og Vöggurinn svar klúðra skotinu, glæsilegt skot hjá Rufflu og þá VJ 1 eftir á móti 2. Bomban fer niður og pressan komin á VJ, hann á fullt af jútil. Þetta var eitthvað Super Mario hopp hérna yfir þetta vappaskot frá Ofvirk. VJ 1 á 2, hann fer beint á Topaz, veit ekki að Rufflu í spike og rándið fer til Kano. Kano núna 2 lótum frá sigri. Nei, 1 lótum frá sigri. 1 lótum frá sigri og nægur pening, 2 lótur til að klára Ármann í eitthvað sem að Ármann náði ekki að gera í sínum seinni hálfleik í, 5 lótum var það ekki? 4 eða 5? Jú, og það líka bara, við sáum það var seinni helmingurinn af þessum hálfleik sem að Kano fór að lifna aftur við og þeir eru búin að fara með þann skriðtunga með sér hérna í framlenginguna, búin að vera virkilega þéttir. Það sem af þessar 4 lótur sem við spilað hérna í seinni hálfleik, bara að gefa eina frá sér og opna núna aðra lótu hér, Tommy. Rampurinn galopinn, Hyperactive, endiðaður, enn og aftur. Svo er það svo áhugavert, sérðu hvað Ármann, þeir eru pikkfastir á efri stætinum af því að Kano eru búin að gera þetta 2 og 3 í leiknum. Þeir eru búin að ná rampinum og þeir eru búin að fara hell og enda inni, uppi. Já, þau vilja ekki falla fyrir þessu, sem og það mun erfiðar að rótita upp heldur en rótita niður. VJ eins og að komi niður með M4A4-in sinn og að gera glæsilega hluti. Ofvirkur reynir að hjálpa auðvitað til og þá Papo allt í einu 1 eftir. Rótita allt komið niður, bomban liggur, Papo ekki komið hann, Jacob frá Ofvirk til að reyna að ná frakkinu. Nær því og 15-14. Ennþá 1 séns fyrir Kano til að loka þessum núkleik eða Ármann að sigra 1 annað round til að knýja fram overtime númer 2. Já, það væri náttúrulega litla veistlan og sjáum til hvernig það fer en hvað gerðist þarna, Tommy? Ég skil ekki alveg, það var eins og Kano hefði kallað það að bara stoppa, frista, bíða og reyna að finna einhvern í rótitinu en svo bara fjalluði einn af öðru og þetta leit út fyrir að vera svona mjög kaotískt hvernig þeir fóru inn á B-stæðinu. Alltaf ekki í karakter með það sem við erum bara að sjá út úr Kano núna á síðustu lótum hér. Klassi flýgur fyrir Íso og vappanum með þessu sinni. Hundsi í góðri stuði hérna fyrir að ná frakkinu á Papo og gerir það en Íso nær VJ. VJ hefur verið aðkvæða mikill hérna fyrir sitt lið Kano og gæti lukkast vel til hérna fyrir Kano fyrir að ganga á ramp sem að hann tómur, það 1 leikmaður niðri hins vegar sem á að halda því. Topaz kom með Ofvirk, stórt frakk og þá voru þeir 3. Já, það náttúrulega rosalegt að finna þarna í gegnum vegg, í gegnum smók að Ofvirkur fallinn og þetta setur Ármann í svona leitarham. Þau þurfa að finna eitthvað út hvað í gangi. Vita nokkurn veginn
svona hvaðan þetta gæti verið að koma akkurat núna, fyrst að leikmaður hefur verið að hanga niðri, en vitað er að einn er að koma úr heaven, held ekki, Skún fellur, Hundsi á hyperactive, 2 eftir, Tópas heldur honum og þar höfum við það, 16-14, Ármann falla hér í Mappiki Kano. Já, verð að segja, bjóst ekki við því eftir byrjunin á leiknum. Já. Leit bara út eins og Ármann væru einu númer og stórir í dag fyrir Kano, en þeir algjörlega þögguðu niður í öllum þeim efasemda röddum þegar á leið hálfleikinn og líka þegar á leið seinni hálfleikinn. Áttu svona erfiða byrjun í byrjunin á báðum hálfleikum, tapa pistol og þó þeir ná að krafsa eitthvað í bakkan, þá enda þeir hérna í svolítið erfiðum stöðum og vinna sér síðan tilbaka. En í framlengjunni þá fannst mér við vera að horfa á annað kanólið. Mér fannst bara, þeir voru bara með leikinn í höndunum á sér og fyrir mér þá var það svolítið bara formsatriði fyrir þá að klára það með hvernig þeir voru að spila. Það kom upp svona eitt execute sem var svolítið úr karakter, myndi ég segja. Það er þetta execute inn á B í næst síðasta rándinu. Mér fannst þeir höfðu verið í gegnum allan leikinn, þegar þeir náðu entry, náðu opnunni, þá keyrðu þeir á sætin. Já. Þarna allt í einu kallaði eitthvað, hei, fristum. Og ég kann að meta, þú veist, það er cool að allt í einu hendin einhverju nýju, sérstaklega í OT, og ætla að reyna að grípa liðið, en það var eiginlega eins og þeir var ekki búin að æfa það nóg, eða voru bara ekki í flow stateinu til þess að gera það play á þeim tíma. Þetta virkaði svona ónáttúrulegt eins og ykkur kallaði, heyrðu, ég þarf að ná í pizzun úr opninum. Já. Og allir bara, ok, hvað var að gera núna? Hann er bara nákvæmlega málið, en sterk framista Nonni, Ísó geggjaðir, draga liðið sitt áfram þarna og ég vil meina þetta var svona stjörnuframistæði hjá Ísó, þú tókst eiginlegt eftir um gegnum leikinn samt endaðan efst á skortbortinu, átti vissulega þarna nokkrar opnanir og flott play en ekki eitthvað svona sick multikill oft í leiknum, heldur bara þéttur, 1-2 fragg per lotu. Og bara stóð sér vel. Nonni aftur á móti var meira í þessum klikkuðu multikillum þar sem að Hakan datt á gólfið hjá okkur nokkrum sinnum og bara geggja fyrir Kano eiga þannig leikmann inni. Ármanns megin ég veit ekki hvað ég á að segja, þú veist, mér fannst þeir ekkert vera að gera neitt eitthvað þvílíka skissur, þú veist. Sko, þegar vinnur 2 pistol og tekur, þú nærð báðum pistolrándunum, næ síðan 5 rándum tótal með pistolrándunum, þá leikurum bara að vera unnin. Við skulum vera fullkomlega hreinskilin með það. Þetta verður miklu hærri prósentur hlut það sem þú ert að vinna þá leiki en ekki, en öll þessi crucial ránd, það sem að þeir voru að gefa frá sér rosa mörg frögg í þessum crucial fyrstu gunrándum, síðan kemur forsið. Þú tapar 2 forsum, þú stendur í spar eftir spar og þú byrjar að missa þetta frá þér örlítið og það sem ég talaði um í hálfleik, það sem að annað liðið var klárlega betri í T-sætinu, það var Kano því að þeir áttu að tapa þessum leik. Þeir töpuðu báðum pistolrándunum en vinna bara fleiri gunránd í staðinn. Þeir unnu forsrándin, 2 voru góðir í uspurándunum sínum, bara þeir voru meira crisp í núk. Já, mér fannst þetta svolítið kannski tapast á bara staðsetningum á mappinu fyrir Ármann í ákveðnum lotum. En þú veist, Kano gáttu fundið mjög góða fæta með pistols í þessum sparrándum sem að þeir, eða hálfkaupsrándum sem að þeir vinna. Þannig að kannski var það óefni á móti öðru liði á öðrum degi, þá hefðu allar þessar lotur gengið fullkomlega hjá Ármanni, en mér fannst ekkert verið eitthvað svona eitt risastórt bara, vá, þeir eru algjörlega að gera mistök á þessu. Þetta var bara svolítið, þeir voru á vitlausum stað á vitlausum tíma í vitlausum rándi. Já, MVP? Til að gefa Nonna. Mér fannst Nonni geggjaður. Já, sammála því. Hins vegar, þrátt fyrir að Ármann séu 1-0 undir, þá verðum við að fara beint í rik númer 2, en fyrst nokkrar auglýsingar. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt.
Red Bull veitir vængi. Velkomin aftur, vormótið heilsar og það er RIG númer 2. Já, ekki RIG númer 2, þetta er RIG númer 2, Dust 2. Meira iconic map er ekki hægt að finna, Óli. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Ég er búinn að segja það, þú veist, mér finnst það ekki geggjað, þú veist, í competitive play, en það er bara ég og ég veit að það er bara ég. Þú veist, ég veit ekki hvað það er, mér finnst miklu skemmtilega að spila Dust heldur en að horfa á Dust. Það er kannski bara það. Já. En þetta er samt svona map sem að þú getur fengið 2 tegundir af leikjum. Já. Þú fengið leiki þar sem að eitt lið fattar, heyrðu, þú veist, A-sætið er bara frekar veikt hjá þeim og þeir keyra bara short og long 12 round í röð og það bara virkar. Eða þá þú getur fengið þegar að stálin mætast stinn
Já. þá getur þú fengið eitthvað insane rugg, bara, þú veist, einhver solo plays, einhver push hinga og þanga, þvílík skot í gegnum double doors, grípa fólk á rotates og annað, og ég er svo mikið að vona að við séum að fara að fá seinni tegundina leiknum hér, og miðað við Nuke, bæði miðað við það, bara við vorum að sjá einstaklinga eins og Nonna og Ísó stíga upp, við vorum að sjá flott play, ármannsmiðin líka, þá gætum við alveg fengið það. Nokkru leikmenn sem að við þurfum að highlighta samt áður en að við höldum lengra, nokkra sekundur í leikinn akkurat núna. Ég var að highlighta náttúrulega Ísó í Nuke og Nonni náttúrulega stóð sér frábælega líka. Leikmenn sem að þurfa að stíga upp í liði Ármanns hérna eru samt klárlega sólosett leikmærin hjá Kano sem að er þá Tópa sem að mun taka B-sæti oftar en ekki og já, síðan verðum við að horfa á leikmenni svo Ofvirkur átti nokkur klúðruð vappaskot, stundum var hann krisp, bara algjörlega geggjaður. Nokkur ránd var hann samt að klúðra skotum sem við sjáum ekki rosalega oft að hann sé að klúðra á. Þetta er bara vappaleikmaður í húð og hár, þetta er leikmaður í liði Ármanns sem að ef hann stígur upp á vappanum hér í Dust 2 þá ætti að vera auðvelt mapp. Sökum þess að það er engin augljós vappi í liði Kano og Ármann getur í rauninni bara velt á því rosalega lengi. Annar leikmaður sem er bara Dust 2 through and through, VJ. Aggressífur riffill, við sáum hann í Nuke, Dust 2 töluvert þægilega mapp fyrir hans leikstíl, það verður geggjað að sjá hann performa hérna. Já, ég hlakka til að sjá það og ég meina þetta er allt leikmenn sem eru gamalreyndir leikmenn, þeir kunna þetta mapp inn og út, þeim líður vel þarna, þeir geta tekið alls konar ákvarðanir, þeir þekkja timings, þeir þekkja rotation liðirnar og það gefur okkur möguleikan á geggjum plays. Það er bara þannig. Og það er nákvæmlega það sem við ætlum að reyna að sjá akkurat núna. Við hefjum leika í Dust 2 og það er Rush B. Það er ekki bara Armor, það er líka Smoke og Nonni og Rufflu opna þetta fyrir Kano og gera glæsilega hér. Eins og að komin inn á B-sætið, pressa komin frá báðum hliðum. Út glugga kemur einn, VJ með 2, en þarna eru 2 að finna, Ísó einn eftir. Klárar Hundsa og þar af leiðinni eru Kano komnir með fyrsta pistolrándið í seríunni. Já, og bara virkilega vel gert þarna hjá Nonna að tefja þetta, Rufflu koma upp úr lower og finna 2 þarna, sérstaklega frábært skot þarna, seinna fraggi hjá honum. Það setur þetta í svolítið erfiða stöðu fyrir Ármann, þeir gera vel í að taka á móti rítekinu, náttúrulega erfitt að ríteka B-sæt á Dust, sennilega eitt erfiðasta sæt á bara í leiknum að ríteka og við sjáum það hérna svart á hvítu, þetta var 4 á 2 rítek og það endar í 1 og 1, þannig að Kano geta unna sáttir við sitt, búin að fá pistol loksins og ef að þeir halda áfram að spila eins og þeir gerðu í Nuke þá er það ekki góða fréttir fyrir Ármann að þessu byrjar að tapa pistols. Það er B-sæti í Dust 2, B-sæti í Inferno, hvað fleira er alveg monster erfitt að retake? A-sætið í Inferno. A-sætið í Inferno vissulega líka, en já, upp á ákveðnu marki. Ég er þar sko, bara bæði sætir í Inferno eru ómöguleg sko. Það eru leiðileg. En sko, þar fyrir utan þá held ég bara, ég myndi segja að B-sæti á Dust sé erfiðasta og svo myndi ég setja bæði sætin á Inferno þar á eftir. Já, ég meina Inferno, þegar þú missir sæt sem CT þá varstu nánast bara farin að seifa sko. Já. Það er bara þannig. Það er alltaf út long hérna, koma 2 þarna, Hundsi og VJ, þá kemur flassið. Það springur aðeins of seint þarna að hjálpa Tópasi. Rufflu með fallegan smókarna til að þetta gæti hægt á þeim. Þessi smókar, hvað eru þessi smókar? Rufflu fær frítt bragg og frían skaða og VJ þarna bara sökum þess að 2 smókar eru glataðir hjá Ármann. Já, þetta er ekki mistök sem hún býst við frá Ármanni og þessi molli lendir. Bomban, fallin. Slekkur plantið líka. Þetta er bara í alvörinni eitt slakasta take hjá toppliði á A-sætunni gegnum long sem ég séð. Já. Það eru hundruði leiða til að kasta þessu smók. Já. Og þú klarar 2. Sérstaklega sko eftir að fyrsti var búin að lenda. Þá
þá þarftu bara að undirhanda einum nálægt. Já, bara... Þá allt lokað. Vá. Þetta eru 2 smókar sem enda nákvæmlega á sama stað og skilja báðir eftir gap vinstra megin, en þarna kom gott skot frá Obvirk. Það er 3 HP eftir á ISO hérna. Nonni fær hérna MP9-na. ISO situr á 3 HP hérna, Grenslan ágætt, Hyperactive hægir örlítið á sér. Við tekku höndunum, gæti gert góðan leik hér en fær ekki plassið. Þegar CT með 2 flush en VJ með double entry, 3-3 akkurat núna og einn ætlar að halda longinu hér. Já, það var Rufflu, hann var búinn að finna Hundsa í bedroom á long. Nú eru 2 leikmenn að koma inn hérna í gegnum CT. Greinan gerir engan skaða. Allir leikmenn Ármanns eru hérna short megin. VJ með frábært pík þarna. Píkar og gerir gott, komið 3 akkurat núna. Rufflu nær einu tilbaka en Skún og VJ jafna 2 við jörðu á stuttum tíma og þeir taka round hér tilbaka. Snirtilega uppsett árás hérna á shortið, sérstaklega hvernig þeir raða sig upp. Gott spacing á Hyperactive á shortinu, leifir VJ að ná auðvöldu fætum. Ég var dálítið hræddur þegar Flassi var að koma þarna inn frá CT-anum en VJ gerir bara vel. Já, Ármann voru með mann að spila anti-flass þarna og það bjargar þeim. Það voru allir stauraðir, hvort sem hún varst CT-megin eða T-megin nema þessi eini leikmaður sem ég man ekki hver var, hvort það hafi verið Hyperactive sem var þarna fyrir aftan VJ sem var að spila anti-flass og getur kíkt út og tekið niður CT-ana. Tactical timeout tekið eins og það af Ármann og það er Obvirkur sem að disconnecta serverinn og væntanlega er að fara að reconnecta fljótlega, vonandi. Já, við hljótum þá að fá tech pause ef hann er ekki kominn áður en þetta tactical timeout klárast. Já, ég var að heyra einhverja fregnir af því að það væri eitthvað ángran í sambandi við lossið. Augljóslega leikmaður sem er ekki tengdur við ljóslegaran. Það er ég veit ekki hvort þú mannst eftir því á tímabili, gerðist þetta mjög reglulega fyrir Vodafone-tengingarnar að þær fóru í 20%, 30% loss. Já. Þá var ég ekkert að grænda mikið faceit á þeim tíma. Já. Jöfnvel er óþægilegt að spila með loss. Já. Þetta er bara, manni líður eins og maður sé bara fá heilablóðfall. Já. Þegar þú tekur eitthvað vappa, heyrir ekki neitt og allt þetta, maður er bara í ruglinu. Já, nördin í mér bara öskrar á að mér langar að útskýra pakketloss fyrir fólki. Þetta er ógeðislega pirrandi. Frábært stöpp þarna og það er Hyperactive sem að klára VJ. Rugglu nær Obvirk líka en það er Hyperactive sem er að moppa allt upp þarna 3-3. Heldur betur moppa upp, góðu molli núna. Nonni hins vegar undirhanda smók til að gera þetta undir þægilega fyrir sig. Hundsi nær ekki fragginu á ISO þarna en skilur hann eftir á 14 HP og ítir honum inn á B-ið aftur og hann heldur áfram að vera leiðilegu við skátana í liði Kano. Smókurinn hittir af þessu sinni. Nonni ætlar eins og að lörka smókin, ítir hann hér út en Skún sér við honum, flassaður þrátt fyrir hann sé og skilur eftir skátana 2 sem að Hundsi hefur örlítið kíkt í miltað fyrir rándinu eftir og þeir gætu bara haldið þessu. Já, ég held að það sé góð hugmynd ef þið komast upp með að halda þessu. Þú getur gert svo rosalega mikinn skaða með 2 skát í höndunum á liðsmönnum bara snemma í lotunni í gegnum þessa hurð. Þannig að ef það er einhverja byssu sem að vilt halda hérna inn í næstu lotu í Dust þá væri skát svona ofalega á listanum hjá mér. Flott skot hérna hjá ISO. Nær að spara betri byssu sem er þá AKN og spurning hvort hann fái Hyperactive til sín hérna. Sýnist það örlítið tíma til að bregðast þetta við, þarf að klíra hins vegar Karlsson þarna en gerir það ekki og ISO lifir á 14 HP sem að Hundsi gerði við hann í svona cirka miðjurándi þegar hann var rótið þetta í miðina. 2-2, Ármann gera vel í þessum 2 rándum, forsið bara einfallega ekki nú ánægjuríkt hjá Kano á þessu sinni, ná bara 2 fröggum. 2 er ásættanlegt, 3 aðeins og mikið, 4 hvað ertu að gera í lífið? Já, það er svolítið þannig.
Erfið byrjun hérna hjá Ofvirk samt sem áður, 0-4 akkurat núna. Það er VJ sem leikur á alls 8 hérna í Ármannsliðinu akkurat núna 7-3. Tópas finnur hundsa skún í gegnum reikinn á Rufflu. Hvernig var hann blokkað? Ég veit það ekki. Nei, uspaði meina ég fyrir ekki. Hvernig, já, hann hefur pikkað upp í síðasta vanti. Ísó, hann næði þarna fellu. Já, með uspu. Með bara mjög skuti. Hann aðkáði. Það hafa verið vittlust á 2-2, skún, nær frakkinn hans, getur þetta 1-1. Þetta er vesen, þetta er virkilega mikið vesen. Ég var hann stressaður. Það eru svita perlur á enninu á skún þarna eftir þetta. En krækir í 3. rándið. Sko, þetta er svona lengsta svona tappstríð sem ég hef séð í mjög langa tíma. Já, ég hef bara séð styttra tapp í þjóðleikhúsi Íra, sko. Þessu föttuðu þetta reference meika alveg. Það er bara river dancing. Þetta var gott. Þetta var heldur gott, Tommy. Já. Það var vel gert, gott reference. Og nú sjáum við Ármannsliðið er í smá peningavísinni á Hyperactive, en vappin kemur út á Ofvirk, 3 rifflar, 1 makka og 1 vappi, full kaup hérna út úr Kano inn í þessa lótu. Og já, fyrir utan kannski smá stöff sem vantar, sem hann frekar létt beltið hjá Papo. Skemmtilegt kall hérna hjá Ármann, bara strax, gera sér grein fyrir því að Kano eru kannski ekki eins vel í stakk búinir að kaupa rosalega mikið, senda Hyperactive í þetta aggressiv hlutverk með mökku, 3 leikmenn Kano með lítinn armor. Nei, 4 fyrir geðu. Það gæti bitið á hér í afturendan ef þeir mæta Hyperactive á förnum vegi. Þeir eru komnir út miðjun og þeir eru búinir að finna Tópas. Það eru 2 leikmenn B-megin samt sem áður og þeir eru bara komnir niður í lower. B-sætið er einfallega fallið hér. Rufflu reynir að ná einhverjum skaða og við töluðum það að þetta er erfitt sæt að ríteka. Ísó, Papo og Nonni, 3 á 4 hér í rítekinu, en það er Ofvirkur ekki eins og inn á sætinu. Ofvirkur er að halda miðjunni og hann er búinn að finna Nonna. Ótrúlega vel gert og vel uppsett ránd hérna, taka á algjörlega myndinni, vissulega hitta og gott play til að gera þetta í það sem þeir að sækja út B-lobbyið og engan að finna inn á B-inu, en samt sem áður skilja þarna eftir Ofvirk á miðjunni bara til að halda, setja svona einhvern jóker til að F aðeins í þeim á shortinu og taka bara 3 út miðju upp á B. Þetta er bara skemmtilegt ránd, það er mikið tempo í þessu Ármannsliði og hérna fá þeir loksins að sína það. Ísó heldur byssu, startpattan eins og venjulega. Og ég held að, fellur. Þarna setja ég spurningamerki við það að fela sig ekki bara það sem úr störugur. Já, það er alveg 100% valið, sko. Fela sig var aftan á hurðana eða eitthvað. Já, en ég er að spá hvort að Ármannsliðið geti gert meira í því að keyra á þessu tempói sem við sáum í þessari síðustu lótu. Mér finnst þeir vera mjög góðir þar. Mér finnst þeir líta út fyrir að vera liðið sem að líður þægilegra hér á Dust 2. Já. Og í þannig aðstæðum þá viltu svolítið keyra upp tempóið til þess að koma andstæðingum í óþægilega stöðu. Og það er nákvæmlega sem við virðast að gera hérna núna, strauja beint út long. Papo og Rufflu eru að finna sig kvotn en það er jafnt í liðum eftir þessa upphaflegu bardagi. Tökum þetta eftir því að þrátt fyrir að þeir séu 3-3 akkurat núna, já, samt þó þeir séu 3-2 akkurat núna. Ísó! Ó nei! Ísó! Þetta var rosalegt hjá Ísó. Hvað er í gangi með þennan? Tommy! Ég náðu ekki svona að klára punkti minn. Þetta voru bara 3 hausar í Hann röð. jarðaði þá. Ísó hefur loksins síðan á stríminu, hann fekk ekki MVP í síðasta mappi og hann var brjálaður yfir því. Já, hann bara fór með þetta beint í gennum AI þýða frá íslensku yfir á ensku. Þvílík skot þarna og Kano bara setja Ármann í ekkert frábært kaup. Það er eiginlega ekkert stöff hérna á 2 leikmönnum Ármannsmegin. Kano með allt á fullu hér og þetta algjörlega snýr leiknum við á punktinum, Tommy. Spurninga þegar skún sé að fara að klíra þetta. Sér þarna örlítið í leikmann nær frakkinu en Nonni
Nær Ofvik sem að koma á shortinu. Íso og Papo, tveir inn í bílóbínu. Glæsileg grensa þarna. Ná skún út þegar hann er að reyna að komast í örygga höfn. Þetta er ótrúlega erfitt. Oh my god! Glæsilega gert þarna hjá Ármann. Ha? Inn á sætið. Elsku vinur, smókurinn, kýlir örlítið þarna. Hvernig endaði þessi lota svona, Tommy? Línið sér upp á bínu og gerði þetta bara þægilegt fyrir þá. Þeir voru með þetta allt planað kanómenn. Þeir stöffa þarna og undirbúa swingið. Swinga sem bara tveir og spreyða niður og allt í einu er Nonni einn eftir á vappanum A-megin, B-sæti fallið og engin leið til þess að fiska þetta round tilbaka. Þetta er einmitt ástæðan fyrir því að í þessu high level Counter-Strike þá var á einu tímabili í CS2 sagt að mid to B í CS er dautt. Sökum þess að þetta grensa þessi smóka, þú getur aldrei klírað þetta almennilega og þú getur bara spreyja niður CT, spreyja niður Terra sem er að reyna að komast inn á B og það er bara auðvelt að samloka þá í þessu rótiti á milli, þannig að þessi samlokun sem þarf að koma frá B-sætinu þarf að vera fullkomin og hún var þarna þegar Hundsi kom úr B-lobbyinu. Sýndist mér, kemur á hárréttri tímasetningu og gerir þetta mun auðveldara fyrir lið Ármanns. Já, Hundsi og Hyperactive þarna vinna vel saman. Hyperactive var að spreyja með riflinum, Hundsi kom með degluna og það var nóg til þess að brjóta B-sætið hér 5-3 Ármanni í vil og við tölum það að leikurinn hafi snúist við þarna í lotinu og undan. Hann er bara aftur kominn í sömu stefnu og hann var á undan því. Vogaraflið á Ármanni er bara aðeins of sterkt akkurat núna. Topaz alltaf að reyna upp í efralobby hér nær einum en þetta er bara ekki alveg nógu gott þegar þú ert að sækja svona en Íso gerir glæsilega með vappanum þarna. Fyrir að lörka út smókin, spilar í 0. VJ kom með 1, VJ kom með 2, VJ leitar að þriðja en nær honum ekki, ofvirkur á vappanum, nær frakkinu sem ruflu og þá var hann 1 Nonni MVP-in í seinasta leik. Núk er að leita að bræðrunum hér, ofvirku og Hyperactive. Á eina grenu, Hyperactive er lár þarna undir glugganum, ef hann tengir þessari grenu þá geti hann gert þetta auðveldara fyrir sig. En Nonni að bíða eftir einhverju árásagirni hérna frá ármenningunum. Besta vopnið í afturplanti sem ofvirkur með vappan í höndunum hérna. Hvað eru þeir að gera? Voru ekki að búast við að Nonni væri að halda? Þannig í glæslega skot reyndar á Hyperactive þarna, ná að halda vappanum en rándið er í höndum Ármanns. Já, Ármann fær rándið þarna en það er þeim dýrkeypt, aðeins ofvirkur sem er eftir á lífi og við sjáum peningin ekki í frábærum málum Ármanns megin en hann er í verri málum Kano megin. Kano hér með 1 vappa sem var bjargað úr síðustu lotu og neyðast til þess að fara í einhvers konar hálfkaup hér. Sjáum það er 1 M4, Nonni ætlar að vera á einhverju lítilli byssu í næstu lotu ef að það fer þangað. En Topaz, Ruflu og Papo allir á deglunum. Íso á vappanum og við sáum hvað Íso getur gert með eina 700 krónu deglu áðan. Hvað getur hann gert með dýrasta vopnið í leiknum? Það er nákvæmlega þannig. Og já, við sáum til að þessi eini smókur á B-ið í B-hurðina tók Ruflu inn á B-ið og þetta opnaði fyrir nákvæmlega þetta. Mollar á shortið og núna eigaði það. Skún kom með Papo og núna hraðast tempóið á Ármann. Ná Íso í rótiti og þá ein degla á CT, það er Topaz, hann fallinn. Nonni á M4, 1 eftir á miðjunni og ofvirkur á vappanum að halda rótitinu yfir á shortið með það. Þetta er svo auðveld flétta. Það geta allir verið með. Þetta er eins og Bob Ross að mála. Það geta allir málað. Það geta allir málað. Það geta allir spilað Dust 2. Það er bara skilaboðin frá Tomma hér. Þeir eru ekkert að gera neitt, þú veist, þeir eru ekkert að gera eitthvað flókna hluti. Þeir eru bara að gera flotta hluti. Getum við búið til svona CS by numbers, svona eins og paint by numbers. Ofvirkur. Hún fær bara leiðbyrningar inn í lotuna. Íso og ofvirkur skiptast hérna á frökkum snemma. Og mólinn að klíra Íso úr spreyið og grenan. Íso refsa. Afgreiðsla. Papo. Það er bara alltaf fullu, Tommi.
Jæja, og bara fljótari en frístamin var rándið búið. Ármann, það kviknað undir þeim. Þeir vilja ekki missa fleiri möpp á móti Kano. Nei, það nokkuð ljóst og við sjáum leikmenn bara í S-inu sínu Ármannsmegin akkurat núna. Mér finnst líka eins og þessi komið aðeins meira frelsi í þá. Eins og þessi að spila aðeins meira eins og bara þessir einstaklingar sem að þeir eru. Þeir eru með svo mikil einstaklingsgæði í liðinu og það loksins sem það sem fara að detta inn. Kom meiri trú líka inn í liðið. Það skipt svo miklu að, þú veist, leið og kalli kemur, þú trúir að þetta sé að fara að virka. Já, Rufflu, hann spilar nála til Bedroom, kíkir inn og finnur tvo! Hyperaktiv, tekur vídeo myndinni, besti leikmanni þeirra. Grensan gerir ekki góða hluti en ofvirkur allavega nær ISO í miðjunni. Ekki búin að eignast neitt map control, nákvæmlega ekkert map control eignast af Ármann akkurat núna. Þeir eru ekki að halda miðjunni, þeir eru ekki með bílobíð, þeir eru allir fyrir utan longið og eru loksins búin að finna örlítið hérna inn í lobbyinu. Já, halda bara Bedroom að bíða eftir meiri árásargirni frá Kano þar en Kano menn bara rólegir í sínum stöðum akkurat núna. Mjög mikilvægt fyrir Kano að krækja sig hérna í fjórðu lotuna farandi inn í seinni hálfleikinn. Ekki gott fyrir móralin að vera 3-9 undir. Sjá þessar 6 lotur fyrir fram að sig. Það stór brekka og erfitt að díla við það bara andlega. Flaskin verður út á miðuna en Hyperaktiv nákvæmlega ekkert flassar fyrir þetta en þarna gerir Nonni vel, kemur í rífrakið, lifir með 5 HP, klára þetta og eins og talar 8-4 mun betra en 9-3. Já, líka allt svona sléttar tölur og fallegt sko. Já. Þú veist, 2-4, 8, 2-4, 8. Þetta allt þarna. Þetta talnafræðin. Já, byrjar að minna mig á Jim Carrey í 23 myndinni, þar sem hann var alveg gilaður á númerinu 23. Eða var það 21, ég veit. Sko 8 tala mín sko. 8 talan þín? Já. Já. Bara 8, 18, það bara þannig. Elt mig, allt mitt líf. Það þannig sem það Mitt 3. Já, 3 algengt tala líka. Já, fyrsta kærasta mín kallaði mig Þrist, ég ekki ennþá búin að fatta það. Þetta flast að fara virkilega gott og Pappo, Tópas og Rufflu falla þarna Skún og Hyperaktiv með frábært play saman. En annað pistolrándið sem að Kano kasta frá sér hér mögulega, kasta frá sér og ekki, frábært play frá Ármann vissulega, en kviðsögg hér. VJ búinn að pússa B-lobbyið, hann finnur samt engan, gerir smá skaða. Veit að þannig hvað eru niður komnir akkurat núna en þeir græða ekkert rosalega mikið af upplýsingum. Þeir geta farið á bíð, vissulega einn leikmaður ofvirkur komin inn í B-lobbyið að fylgjast með nákvæmlega því. Geta farið longið og einn leikmaður þar og einn leikmaður að horfa á pálmatré. Sjáðu ofvirk. Hann mættur á T-spawn, hann að fá allar upplýsingarnar akkurat núna. Þeir eru ekki T-spawn. Nei, eina sem væri hættulegt ef þeir hefðu ákveðið að fara niður miðju og inn í gegnum lower en það virðist ekki vera. Ármann með allar upplýsingarnar út af þessu playi frá ofvirk og núna það Hyperaktiv og Hundi sem að taka mótið þeim hér á longinu. Ofvirkur samt kominn í bak og væntanlega að segja Hundsa að einfallega lifa akkurat núna. Ísó heyrir í honum en það ekki nóg að heyra, maður verður líka að sjá og hitta og það það sem ofvirkur gerir hér. 9-4 og brekkan verður bara brattari með hverju rándinu hérna. Ármann búinn að krækja sig í pistolrándið og það erfitt að kalla spar út frá því en það gæti verið að, nei, þeir ákveða að forsa inn í þetta ránd, tekkur, mökkur, örlítið jútil, nóg fyrir eitthvað hratt. Já, þetta verður eitthvað tempo, býstu því, Kano búinn að spila mjög yfirveð og rólega hinga til. En ekki í þetta skipti. Tveir í neðra, einn á bíunum, Molli fyrir, MP9-nar ná ekki neinu hins vegar. Ó nei! Það ekki einn leikmaður fallin í liði Kano. Þeir eru allir búin að missa HP. Þetta ótrúlegt, það engin leikmaður með fullt líf, allir með HP. Og eftir þvílíka kaos að þá enda Kano sem sigurvegari í þessari lotu með 3 leikmenn á lífi.
Og engin leikmaður yfir 50. Það engin leikmaður yfir 50. Þeir ná engu fraggi úr þessu play-in herralobby þrátt fyrir að koma 2. Þetta galið. Pældi, þeir gera 250 rúmlega í skaða Já. á Kano við það að komast inn á B-sætið og þeir fella engan leikmann. Já. Það já, Papuna ofvirk hérna. Skáturinn liggur í valnum. Smókurinn góður. Grensan nær að klíra smókin en hafa ekkert rosalega mikið upp úr því. Skún með Digla á sjortinu. Hann ekki að fá neitt félagskap eins og staðan akkurat núna. Einn á pálmatrí hins vegar sem gæti lendi í Skún hér. Skún kemur sér í skjól áður en að hann tekin út lower. Hundsi finnir Tópas með grenu en Nonni svarað. Finnir Hundsari vita af Hyperactive. Búin að finna hann líka. Þá það Skún og VJ hér til að taka á móti 4 manna liði Kano. 3 leikmenn að koma longið. Skún með fyrsta. Nonni fallinn. Býst þá við manni á short og það Rufflu sem að fara að koma þar. Hvað og hvenær? Þarna kom hann. Skún fallinn og þá það bara VJ 1-4 líklegur að spara upp úr þessu eða hvað Tommy? Já, ansi góða líkur á því. Hins vegar situr á Diglu og skát. Gæti droppa skátinum á ofvirk og haldi Diglunni fyrir sjálfan sig í næsta rándi. Þeir eru ekki að fara að kaupa í næsta. Gæti verið uspur. Mögulega 1 P250 eða svo. Og engin séns fyrir Ármann eða VJ allavega til að sigra þetta ránd. Ég meina, það séns. Hann bara ekki mjög raunhæfur. Já, það alltaf séns. Já. Ja, sko, samt ekki. Það ekki séns ef að VJ reynir ekki. Vissulega. Þannig að það má segja að það sé ekki séns í þessari lótu. Já, núna sénsi farin því hann hefur ekki tíma til að hlaupa að bombarinn. Já. En ég meina, það gæti líka alveg gerst að Lofstedt bara lendi á servertölfunni og við þurfum að byrja leikinn á nýtt, sko. Þannig að... Svo í Don't Look Up. Já. Og við bara, já, einmitt. 9-6, hins vegar, staðan akkurat núna. Og eins og bersýnilega sést ofvirkur kominn á skátinn. Það eru 2 uspur, 1 Digla og síðan P250 á Skún. Hann horfinn en að náða að taka Pappo á móti. Pappo orðinn lár þarna. Ofvirkur aðeins búinn að spila sinni leikinn, 9-11 akkurat núna. Átti mjög erfitt uppdráttar í byrjunleiks en átti frábær rándana við miðbygg og enda fyrir hálfleik. Þetta long setup hérna fyrir Ármann en bara betri byssur, gott jútil á Kano, siglir auðveldum sigri hérna heim. Já, engin leti þarna í Kanomönnum. Þeir hreinsa öll hotn. Þeir eru ekki svona að bara detta í einhver þægindi og strauja út longi. Þeir kíkja hægra megin, kíkja ofan í pit, þeir kíkja alls þar og það bara svona, við höfum alveg séð það gerast áður hér á Íslandi í leikjum á milli efstu liða. Fólk verður bara kærulaust og hleypir fram í einhverjum línum og allt í einu það tekið í bakið en Kano með ekki við því og gera það ekki hér. En þá eru komnar byssur aftur í hendurnar á ármenningum og spurning hvað geta gert við þær. Við sjáum allavega snemma komið skaði yfir á Pappo og hann með 33 í líf á vappanum. 3 grensur í longlobbyið sem að hæfði hann. Allar fyrir eitthvað. Sumar fyrir meir. Það út B, nei út mitt ætla ég að segja. Smókurinn kemur á CT, Flassi líka, þetta mid to B. Ármann ekki á neinum stað til þess að díla við þetta og það virðist eins og þeir hafi ekki átt að segja á því þetta væri að gerast og það bara VJ eftir hérna til að taka á móti 3 leikmönnum frá Kano. Hann felur sig eins lengi og hann mögulega getur Tópas búinn að finna Skún, ISO finnur VJ inn á sætinu og þá það bara ofvirkur og Hyperactive bræðurnir 2, 1-2 eftir lifandi hér hjá Ármann. Spurning hvort það reyna þetta, hvort þeir viti að 2 leikmenn eru ansi lágir. Það 1 leikmaður sem líka bara á terspúrinu. En þeir eiga ekki kitt til að reyna í þetta og þeir gera svolítið fyllilega grein fyrir því þegar þá minnkar sjensinn 2-3 töluvert og bakka með þennan AK og með þennan M4 bara í var sem skynsamleg ákvörðun en 1 leikmaðurinn á B-inu
sá nú bara ekki hvort það hafi verið Hundsi eða Skún. Bara einfallega trúið ekki að þessi gæti verið komin út miðuna. Nei. Ég held að það hafi verið Skún. Hver var það sem fjall af það? Ísó. Það var náttúrulega bara 3 HP eða eitthvað. Þannig að Það falla bara bombunni. Já. Bara til að verja hana. Ágætis peningur sem að er á Ísó. Búin að kaupa á 4-4. Týndi þessu. En hins vegar 4 ránd í röð akkurat núna. Komin á Kano og þeir eru á fljúandi siglingu akkurat núna. Já, svolítið eins og ármenningar hafi bara einfallega horfið af servernum, búið að vera lítið að frétta í þessum síðustu lótum, en það er annað upp á teinunum núna. Skún búin að opna þessa lótu og finna 2, Rufflu og Æsó. Pappur fram á smókin. Vel gert hjá Hundsa hins vegar. Tilbúin á gikkinum. Þetta er bara svona, þessi leikir, Tommy. Það er bara, Kano bara búin að taka 4 ránd í röð og allt frábært og svo bara rústar ármann þeim. Hvað var þetta? Víti á spreyt frá því að klúðar þessu 3 skot sem hæfðu ekki hausinn, en siglir þessu heim og Nonni 1 eftir á móti 5 og lifa líka 5. Ákaflega gott. Já, það er mjög gott fyrir bankan og kemur ármanni í góða stöðu hér. 10-8. Þrjú ránd í viðbót, 3 lótur í viðbót til þess að loka þessu mappi og setja okkur í síðasta mappi í seríunni sem er Anubis. Kano aftur á móti þarf að finna 5 lótur ef þeir ætla að klára þessa seríu í 2 leikjum. Og virkur að flassa út longið fyrir Ármann. Eiga longkontróli núna. Ofvirkur komið núna á shortið með vappan. Ekki vera að styrkja miðjuna. Þetta er hægt default mid-control fyrir Kano. Og execute á vendala út shortið akkurat núna sem að ofvirkur er akkurat með línu á. Hundsi með þess að tilbúin með flass fyrir vinsinn. Og geigar þessu skoti. Það vitlaus tímasetning, reynda tímasetja þetta frá flassinu sem kom frá Kano, en engin leikmaður til staðar. Smókurinn svo sem ekkert sérstakur hjá ofvirki. Þetta er nú náttúrulega bakkandi, en Hvað var þetta? dugar. Það er ekki feilaður smókur á miðjunni hjá Kano og þeir færa sig aftur upp á skaftið á shortinu. Hundsi í gús, ofvirkur á rampinum. Þetta eru 2 að mæta 4 hérna á A-inu. 1 lengst úti á long, hins vegar ofvirkur í trademark stöðunni sinni. Gæti verið, nei, það ekki droppa sitt í. Ofvirkur búinn að finna fyrsta Topaz er fallinn, flassi kemur hana frá Hundsa, en Hundsi er farinn af sörnum í þessari lótu. Ofvirkur með annan, Rufflu treytar frábærlega. Nonni að halda rotatinu á miðjunni, finnur Skún. Rufflu tekur hyperaktiv og þá er það VJ 1 eftir á longinu á móti 3 leikmönnum. Kano leitandi, það er búið að sjá hann. Rufflu kallar á liðið, lætur vita og VJ hugsa sig 2 og ákveður að bakka hér. Hann veit að hann á ekki mikinn séns eftir að þeir vita af honum, þannig að það er ekkert cover. Það er ekkert til að skýla sér á bakvið þarna á longinu fyrir hann, þannig að að gera bara koma sér í burtu. Já, bara fari var, halda þessum AK og next round we go. Í kjölfar á því að þeir náttúrulega ná ágætis rönni þarna með 5 á lífi, þá eiga er peningi í þessu næsta rándi til að kaupa og engin í peningavandræðum. Ofvirkur verður hins vegar að sætta sig við M4 nema að Hundsi sé að fara að skipta við hann og vappa. Gæti svo sem alveg hugsast. Já, nei. Jú. Nei, jú. Já, það voru samt 4 M4 í play og 1 AK og VJ, en þessi vappi hefur verið að gera góða hluti fyrir Ofvirk, situr á 11 frökkum núna sem að er mun betra en að var að gera í byrjun leiks. Hyperaktiv takkar þetta niður. Já, við skoðum bara stigatöfluna eins og hún er að núna. Ó nei, Ofvirkur aðeins of seinna það út shortið og voru komnir langt út. Mörder vilt spray hjá Hundsa.
nær einungis einum og þá eru þeir 3 á móti 4. Það er enginn að halda longin akkurat núna þannig að VJ gæti fundið í mestalagi leikmanni sem að koma í gegnum neðralobbið. Hún snýr við, samt sem aður mun ekki vera á réttum stað til þess að taka þetta rotate. Og þá er það VJ að koma long, Hyper, Active og Skún að koma í gegnum CT. Þetta er erfitt retake, mjög erfitt retake, sérstaklega í ljósið þess að þeir vita þeir eru ekki að fara að koma í gegnum shortið. Veit leikmenn sem er að halda því sem er með þess að fara að koma í bak fljótlega. Þurfum að hafa hraðan á og VJ byrjar þarna á einu góðu fraggi, Skún með annað. Það er kitt á 2 leikmönnum, þetta er geranlegt. Það er Molly, en það er búið að smóka Mollan. Hann er að stikka, VJ er að stikka. Allan tíman. Kano er fast í baku smók. Hér höfum við það, 11-9 Ármann. Þetta var geranlegt eftir allt saman. Þau þurftu bara fröggin. Mjög gríðarlega passíft þarna hjá Nonna í miðjunni. Hann var að halda vissulega bakinn á þeim, en á einhverjum tímapunkti þá verður að halda, annarkvært er að halda byssum eða þeir ekki koma shorti. Ég þarf að gera eitthvað. Já. Þetta var bara mjög passíft postplant almennt hjá Kano. Ofvirku með Topaz í jumpspotinu þarna og þetta gerir auðvelt fyrir komi angulið neðra líka, gæti gert það 2 í þessu rondi en hverfur fara á línunni nær samt fragginu, er samt í hættu akkurat núna, er close við miðju akkurat núna, það er enginn að fara að beila hann hérna út, hérna þarf það bara að hitta skotum. Mollin, hann er komið fyrir framan, Hyperactive þarf að gera sig grein fyrir því. Þeir eru 2 komnir, kallar á hjálp, en það þarf ekki að hjálp! 2 fyrir Hyperactive og VJ klára þetta! Það er 12-9! 12-9, þvílík lota þarna hjá Ármanni, allt frá því að Ofvirkur opnar þetta yfir í allt sem kom þar á eftir. Virkilega vel spilað, Ofvirkur risastór í þessari lotu, bara tekur það á herðar sér að slökkva í þessu stratti sem var að koma út úr Kano þarna. Planið var að halda miðjunni, ná control lower og þá sennilega annarkvort fara út miðjuna eða enda shortið, en þeir komast bara aldrei það langt. Alls ekki og Ofvirkur heldur áfram að gera sér stóran hérna í mögulega senasta rándi hérna í Dust 2. Vappin heldur betur að syngja vögguvísur hérna fyrir Kano. Smókur fyrir shortinu akkurat núna en engin Ármann leikmaður þar akkurat núna en samt sem áður, tökum við til því, þetta er svipa setup og þeir voru að gera góða hluti með þegar þeir splittuðu. Þeir eru bara með verri vopn. Já. Papo á Diglu, Ruflu á Tekku, það er Scout á Topaz og einn Galil hér á ISO. Eitt komur út miðju, þetta gæti búið til einhver vandræði fyrir Ármann hérna en þeir þurfa að finna frögg á móti þeim. Kunsti er óþægileg staða fyrir hann en nær að skjóta sig úr þess. Þetta var ljótt hjá Topaz en allt kemur fyrir ekki 13-9 og meira samfærandi sigur heldur en Kano gera í Nuuk en þá er það bara senasta mappi, það er Anubis en eitt sem er mjög áhugavert við þessa seríu í heild sinni að yfirleitt fyrir reyndar nokkrum árum, ég skal gefa mig það, fyrir nokkrum árum þá vorum við rosa mikið að tala hvað Ármann voru lengi í gang alltaf. Hérna virðist vera eins og þessi vél sem að Ármann hún er dálítið komin í gang. Þeir litu allavega mun betur út í Dust heldur en á Nuuk. Mér fannst ég sjá þessi einstaklingsgæði sem við vitum að eru í liðinu meira. Mér fannst þeim líða betur, mér fannst þeim spila frjálsar, mér fannst eins og þeir væru með bara meira svona autonomy, skilur við, eins og þeir væru með meiri sjálfstjórn, eins og þeir voru að búa til sín eigin tækifæri og vissu hvernig þeir átt að fylgja þeim eftir betur í Dust 2 heldur en á móti Kano þarna í Nuuk. Eins og ég talaði þessar sparround sem að Kano var að taka í Nuuk, það var náttúrulega óheppilega stöður þarna fyrir Ármann, ekkert um það hérna í Dust. Bara klínísk frammistaða og jú, Kano, gott lið, að sjálfsögðu fá þeir fullt af rándum á móti, næstu því bara að koma með gott comeback og knýja fram einhvers konar jafntefli eða framlengingu eða jafnvel sigur, en Ármann bara aðeins of góðir í Dust núna.
Já, ég er sammála því. Einu rándi sem við sáum fara eitthvað til fjandans þeir töpuðu á móti einu hafbæi og náttúrulega second rándið í seinni hálfleik þegar vinna Pistol drulla dálítið í heyið í kjölfara á því og fara þarna upp en fyrir utan það eins og þú segir dálítið klíniskir í aðgerðum og voru bara mjög samfarandi í báðum sæt þannig að MVP MVP sko mér fannst VJ vera svolítið klikkar bara í þessum mappi mér fannst hann eiga sko flest play-in, fyrir mér var þetta svona spurning á milli VJ eða Ofvirk ég veit að Ofvirkur var ekki fragghæstur en hann kom hann sterkur inn á vappanum hann átti líka nokkur góð infoplay en ég ætla að gefa VJ það því mér fannst hann vera bara mjög proaktífur og flottur í þessum leik hann var svona nákvæmlega eins og þú lýstir honum þessi aggressífi rifflari og mér fannst hann koma sterkur til leiks fyrir liðið sitt í þessum leik Ingi Vörusvík á VJ, hann nákvæmlega eins og stendur á pakningunni en það eitt mapp eftir. Það Anubis, ekki fara langt. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt.
Velkomin aftur, það þriggja mappa sería hér í kvöld, það já, eins og ég sagði varst ekki örugglega búin að stimpla það inn því að það hörku kvöld af CS akkurat núna, map 3 Elskan. Já, þriða mapp, skemmtilegasta mappið. Alltaf. Það bara þannig, nema það sé 5. mapp og þá það eiginlega bara ennþá skemmtilega. En búin að sjá bæði lið í S-inu sínu, myndi ég segja. Mér fannst Kano lúkka sterkari á Nuke, byrjuðu þarna brösulega en komu sér síðan vel í gang. Sama rauninni hægt að segja Ármann, tapa þarna pistol í Dust, fyrsta pistoli sem þeir tapa í seríunni og eina pistoli sem þeir búin að tapa í seríunni þarna í fyrra hálfleiknum í Dust. En svo eftir það þá bara fór vélinn svolítið af stað og þetta var svolítið svona, þú veist, eins og við töluðum aðeins í hlénu, þetta var svolítið sko, þú varst með Ármann, annarkvort voru þeir bara að algjörlega stompa rándið eða þá þeir voru í smárugli. Já. Og Kano gerði vel að nýta sér það þegar þeir voru í rugli. Áttu líka alveg svona nokkur góð set plays sem þeir tóku þarna, en mér fannst eins og Kano væri kannski ekki með eins djúpt stratbook inn í Dust og þeir kannski hefðu viljað. Já. Og þar leiðandi enduðu bara í smá erfiðleikum af því að fjöldi ránda þar sem að Ármann voru bara það góðir var 13 í þessum leik. Já. Það bara svolítið þannig. Eitt sem að við getum sagt þetta í 1-1 seríunni og náttúrulega við erum að fara inn í Anubis og eins og við höfum verið að tala þriðja mappi seríu, þetta kannski ekki sterkasta mappið fyrir bæði lið, heldur þetta yfirleitt eitt af svona þriðja, fjórða sterkasta mappinu. Já. Samt sem áður það mjög slæmt mál fyrir Kano að þeir voru að tapa þessu mappi á móti Fylki. Liðsuppstillingin á Fylki, þeir eru með góðan vappa sem spila mikið miðju, rotate hlutverk og svo framvegis og með riffla í kringu sig, vissulega mjög vel með gott leikskipulag og allt það, en samt sem áður, Ármann eru Fylkir á rosalega góðu leveli. Já. Þú ert með geggjaða riffla, þú ert með góðan vappa, þú ert með heila sem að kunna að lesa leikinn sem við sáum til dæmis í Dust 2. Anubis spilast ekkert ótrúlega ólíkt Dust 2 að því leiti. Nei, það er þessi tækifæri til þess að láta einstaklingsgæðin skína sem að eru á Anubis. Við erum búin að sjá það trekk í trekk. Leikmaðurinn sem til dæmis á T-hliðinni að halda fyrir utan að vera með einhverja opnanir og getur stundið bara eitt síns liðs allt í hennu opnað og náð A-sætinu og fengið síðan allt liðið í rótið. Og það er ekkert mjög mörg möpp sem að bjóða upp á það. Þú ert ekki með einhvern gæja sem eitthvað solo lurka inn B-ið á Inferno eða þú ert ekki með gæja sem er kannski eins mikið að halda B-lobbyun í Dust eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það eru tækifæri bæði á B og á miðjunni fyrir einstakling til þess að valda rosalega miklum glundroða í vörninni. Og það er kannski ástæðan fyrir því að við sjáum að Anubis er T-sided map yfir höfuð. Já. Og það verður áhugavert að sjá hvaða lið nær að nýta sér það betur. Náttúrulega svona tilfinningin geggjað að hæða syndamæður. Þær eru syndar, ég hef heyrt þetta. Þær eru raun og veru syndar sko. Ég las þetta í bókinni sem ég fekk frá mamma og pappa. Ég trúi þér ekki. En punkturinn minn er að vera áhugavert að sjá hvort liðið gerir þetta betur. Tilfinningin er að það sé Ármann. Af því að við vorum að sjá þá spila þennan leik mjög vel í Dust. Ef að Ármann mætir hérna og á bara 13 lótur þar sem þeir eru bara í heimsklassa að þá held ég að Kano eftir að eiga mjög erfiðan leik. Hvernig heldur að leikurinn fari? Sko, ég held að Kano eigi eftir að rétt merja þetta. Ég held að þetta verði svona 13-11 típa sko, kannski 13-10 og ég held að Kano muni taka come from behind victory. Ok. Comeback story. Sjá hvort ég hafi rétt fyrir mér hérna, það er hægt að afsanna þetta ansi fljótt ef þeir vinna pistol, þá er ég strax komin á bakvöldin með þessa spá hérna. Hyperactive búin að finna einn en það eru leikmenn Kano sem eru að finna fleiri. Skúna Hundsi, einir, tveir eftir eða hæ hundinni. Hæ hundinni kemur í gennum þristinni það eða kamera oft kallað. Og það er Skún sem er með 2 setrið í 2-2. Svo hins vegar nær hæ hundinni út. Og þá er Skún einn eftir. En að finna einhverja opnun inn í þetta ránd. Ísó passið angulirna, býður eftir réttu tækifæri, spilar tíman snirtilega gert
og já, Skún nær að auka þarna upp í auka $300 en ekki mikið meira, nær ekki senasta frakkinn á ISO og þar með Kano komnir yfir vinna annað pistoli sitt í þessum leik, þessari seríu. Ég var bara pirraður að horfa á þetta postmat. Þetta er ekkert eðlilega pirrandi að vera í þessari stöðu. Þú bara getur ekki fundið fætana. Og vel spilað hjá Kano, vel spilað hjá Skúnarna að komast nálægt í að fá þessa lotu en að lokum var það ekki nóg. Ármann eru með 0, Kano eru með 1 lotu. Það er vikstu liðin þarna upp á toppnum ef að engin óbútt taka eftir. Það verður bara lagað í 10 tíma. Force frá hins vegar Ármann hérna. Þeir ætla að vera með 5-7 og deglur og allt með því. Þeir eru svona að strækja út allt en skemmtilegt play hérna út í bílubíð. Komast líka að því að það er í rauninni engin pressa B, þeir eru með 4 leikmenn þar og meðan eru Kano búin að koma sér langt inn á miðjuna og inn á A-sætin. Þá er spurning hvað Obvik gert hér, svarið er ekki mikið. Og eftirlega tímasetting þarna og Ruflu klárar hann auðveldlega. Finnur síðan Hæ Hundinni í rótitinu frá CT, finnur líka Skún og þá er það Hyperactive síðan sem er síðastur til þess að falla. Áhugavert hjá Ármann að sjálfsögðu að stenda þarna 3 út lobbíið með 1 flassi en það þurfti að fá eitthvað output þarna frá Obvik en það er rosalega stór bón að vera splittaður á A1 einn með deglu að reyna á einhverjum fröggum, það verður bara að segjast. Já, það er svolítið þannig og þetta er eina af þessum lótum sem að bara, ef að allir leikmenn Kano eru fyrir utan B í þessari lótum, að þá hefði Ármann hæglega getað unnið hann, en þeir bara voru það og þá eiga þeir sett. Pabbo! Snirtilegt 4K þarna! 1 með klokku og 3 með AK og æðir hérna áfram, gefur frá sér AK-in og ætlar að æða í að reyna að ná eisinu hérna á móti Hundsa. Þarf að finna 1 frakk, situr á 12 HP, ekki alveg búinn að gefa upp á bátinn, leitar en engan Hundsa að finna. Búinn að leita allstaðar nema þar sem Hundsi er. Hann er í tenginu, þeir eru með planta fyrir framan hann. Já, Ruflu klára þetta, finnur Hundsa og 3-0 fyrir Kano, Tommy. Já, ná að konverta þarna Force-frontinu, fyrsta kaupið að koma núna. Þetta ógeðslega erfiða 4-4 kaup í Anubis er svakalega erfitt sögum þess. Þetta er nú þegar T-setið, þú þarft utilið þitt og það er aðeins minna af því. Gæti verið bónusround þannig að þeir þurfa eiginlega að fjárfesta inn í stórum armor sem að þeir eru að gera allir með Obvikur. Sem er með vappan og þarf að hverfa hérna frá sögum þess að hann er að á sprengjur í andlitið á sér. Kontrollið er gott en ISO með treytið Obvikur eins og er komið frakk á vappan líka, byrjað að kvikna á honum. 2 frakk fundin hjá Ármann. Já, það skiptir miklu fyrir Ármann að fá Obvik í gang á vappanum, sérstaklega á þessu mappi. Nonni samt finnur Skún hérna fyrir utan B og þá er það Hæ Hundinni, 1 eftir inn á B-slætinu til þess að taka á móti þessari sók, búinn að finna fyrsta, búinn að finna annan og þá er það bara í Topaz sem er hérna á mótunum. Hundsi klárar kúlurnar í byssunni á sig núna og Obvikur að reyna að koma inn í turbo. Topaz er að klíra þetta, spurning hvort hann búist við honum þarna vindarmegin, gerir það en það er ekki nóg að búast við honum þegar Obvikur rífur upp no-scopeið eins og hann gerði þarna. Glæsilegt ránd hjá Ármann og ná að lifa allan með 2 byssur hérna. Hins vegar góð banki á Kano eftir þessa 3 ránda hrínu sem að þeir voru í. Gott fyrir Ármann að byggja strax upp að þeir þurfi að virða miðjuna. Já. Það er það, svo sannarlega og liðin núna komin í rétt horf. Sjáum hann að Kano á 3 lótum, Ármann á 1. Nonni komin hérna fyrir utan B og þar eru 2 leikmenn. Þetta er litli dansinn sem er svo skemmtilegt að stíga í Anubis. Hver er að fara að smóka B-ið fyrst? Er það lurksmókurinn eða er það B-smókurinn?
kemur þetta bæði í einu og hefði ég verið Nonni og hefði ég slakað örlítið á mig síndi samt að ákvörðinu væri komin. Þannig Pabo var glæsileg eftir og hyperactive og VJ gerir glæsilega þarna. Þetta er 2K sem hann á ekki ná. Ekki sjens að hann eigi að fá þetta smá óþolinmæði þarna að æða inn í gegnum smókin. VJ núna með flastir og mollan til þess að setja upp þriðja frakkið sitt í þessari lotu. VJ risastór hérna á sætinu. Nonni skemmtilegt en hvernig já, Ofvirk var örugglega ekki að búast við svona framalega en VJ á 3K og Ofvirkur á 2K aftur miðju dúoð þeirra að halda á leiknum núna. Já, bara erfitt að koma í orð hvað þetta var risastórt þarna hjá VJ. Það round getur spilast svo allt öðruvísi ef hann missir leikmannina inn á eða ef hann fellur þá allt í einu sæti fallin og þeir komnir í retake en næra að halda þeim öruggum þarna og það gefur Ofvirk bara allt pláss í heiminu til að spila þetta þægilega. Hyperactive á PP Bison og ætlar að vera flassaður út hérna á Fíla það. Nei. Sestu. Nonni búinn að vera geggjaður á deiglunni. Nonni og ISO. Já, við skulum ekki gleyma ISO deiglunandan í Dust 2. Og hann er í rótitinu, þetta getur verið slæmt, nær hins vegar inn í Faro. VJ komin í hjálpina, smókurinn er mjög grunnur sem gefur VJ bara tækifæri til að spamma smókin nær tveim og bæir hjá hættunni hér. Skún hins vegar er búinn að missa Nonna inn á sætið nánast. Hann veit ekki á hann. Nei, hann hefur ekki hugmynd. Nonni gæti fundið góða tímasendingu hérna fyrir eftir hvenær Skún kíkir og er blött þarna fyrir Nonna. En á ennþá séns, Nonni komið 2 í þessari lotu. Hún algjörlega opna B-ið hérna en hann þarf að taka á honum stóra sínum og finna ace-ið hér 1 á móti 3, 50 sekúndur til þess að vinna. Og allir leikmenn Ármanns lágir. Já, bomban liggur í langt í buskan þannig að það er ekki að hafa áhuga á því og PP Bison Hyperactive kemur í bak, krækir smá auka pening fyrir sjálfan sig og 1 frían M4, 3-3 allt jaft en enn og aftur, þetta er sagan endalausa, þeir eru að halda í mitt og þá eru þeir dálítið geldir í sínum aðgerðum. Mér finnst þess að við séum bara að horfa aftur á fyrsta leikin. Það fór 3-3 líka. Já. Svo komu 2 í röð frá Ármanni og svo komu 2 í röð frá Kano. Þetta er svolítið að spilast svipað og hérna kemur eitthvað hratt, einhver áraskipni á miðjunni að mér sýnist. Hundsi opnar það á ruflu, Pabo fyrir utan B, smókaður út. Pabo, Ensan virðir það, smókin vantar þarna. Skún að koma sér upp á hvað var það, Super Turbo? Já. Ultra Turbo? Ég held að þetta sé Super Turbo. Nei. Þetta er Anti-Turbo. Anti-Turbo? Já, þetta er á móti Super Turbo. Super Turbo er þarna út úr Turbo í hotninu, sko. Já. Ultra Turbo er hinum einn þar, sko. Þetta er Anti-Turbo og svo er Turbo þarna það sem að Hundsi er að finna tópast. Hundsi nær fraggi í tenginu, VJ með einn úr Apex, allar að kíkja þetta aftur á einstígan, alveg white swingar þarna og ISO nær honum út, Skún þannig að taka stöðuna núna í tengi, VJ með 1 gerir það snirtilega, rótitið er að koma, Nonni að þessunni með bombuna en klúrar smókinum en rándið verður ekki lengra en það, 4-3 Ármann, þeir eru bara með flotta vörn, hitta sínum skotum og eru mjög einstaklingsmiðaðir í sínum aðgerðum og helst ber þá að nefna VJ. VJ er búinn að vera algjörlega frábær. Það sem er Anubis hérna og við sjáum það bara á stigatöflunni. Það er 4-6 hjá Skún, 4-6 hjá Hyperactive, 4-6 hjá Hundsa og 4-3 hjá Ofvirk. VJ 10-4. Hann er bæði búinn að deyja minnst í liðinu sínu, fyrir utan Ofvirk og fella langt flesta. Það er þar sem þú vilt hafa VJ. Það er bara þannig. Já, það er nákvæmlega þannig. Mjög aggressív staða samt sem áður hérna á VJ. Bústið er að fara að koma hérna upp og frýtt fragg fyrir ruflu. AK-inn nær að gera sitt og þetta kallar að rotate frá Ofvirk með vappan eins og það er klúðra fyrsta skotinu. Ætla að koma ekki með þristir, grensan er góð, hægir vel á þeim, Hyperactive geti haldið inni bara Másson hérna. Jútilið er
Já, mjög gott hjá Ofvirk og Skún kemur inn, double grensa, klára seinasta og þetta bara Ofvirkur að gera masterclass í því hvernig á að algjörlega stoppa Rush. Já. Það var slögt í þessu bara sko movement penaltyð sem að Grenan gefur þér þarna tók allan skriðþunga úr þessari sókn hjá Kano og stilti þeim bara einfallega upp við vegg og þar kom aftökusveitin og kláraði þessa lotu. Ármann 5, Kano 3. 5 í röð. 5 í röð, það er rétt. Og Kano komir hérna á kaup aftur en það Skún sem opnar á Topaz og það er ekki mjög mikið af stöffi, ekki mikið af smókum, ekki mikið af mollum á Kano. Vildsbreiði hjá Skún og núna vesinni fær hins vegar bara frítt frakkað núna, bjóst við því að Skún var að bakka þarna bara upp, tengið var að gefast upp en uppgjöfin var engin á Skún. Smókur fyrir BLB sem að gera þetta mjög þægilegt og í millitíðin Ofvirkur kom með Papo. Þetta allt að falla sjálft sig strax í rándi númer 9 og lítur út fyrir 7. rándið fyrir Ármann. Þetta svona sko það sem þú ert að sjá gerast núna, Tommy, þú ert að sjá Ármann vinna alla fætana sem býst við því að Kano ætti að vinna. Já. Þú veist, á þessum tíma í lotunni að þá eru CTs að leita að infoplays og eiga í rauninni að vera að svinga út í T-liðið og T-liðið á að vera með betur tækifæri til þess að fragga. En Ármann einfaldlega að spila það vel að þeir eru að vinna þessa fæta sem að undir venjulegum kringumstæðum ættu frekar að vera Kano í vil. Þetta væri alveg öfugt, jafnvel grófara hérna að Ármann væri mögulega með 2 ránd eða eitthvað svoleiðis ef að miðjuplayið hjá þeim væri að virka. Já. Ef að miðjuplayið hjá Kano hefði virkað í fyrsta skiptið og þeir myndu gera Ármann hrædda við miðjuna, þá getið það farið að einbeita sig að einhverju öðru. En þeir eru bara mjög góður á miðjunni sem að getur bakkað upp bæði A-sætið og B-sætið alveg gríðarlega vel og þar að leiðandi eru þau bara að stilla saman frábærum CT-áleik hérna strax í miðjum hálfleik. Já, 6-3 og það að sleppa með 6 lotur á CT-hliðinni úr hálfleiknum í Anubis strax gott og þeir hafa tækifæri til að gera gott betur. Þeir eru hérna á móti Deglum akkurat núna upp á 7. lotuna í hálfleiknum og Kano ekki að fara að ríða feitum hesti þar á eftir heldur peningalega séð þannig að jú, það væri allir með byssur en það er ekki eins og það sé þeir hafa efni á því að kaupa út bara að öllu óbreytu. Alls ekki búin að koma sér inn í þennan frábæra stöðu hérna á mappinu. Kano þarf að segja Nonni ennþá fyrir utan tengið, Skún að halda því. Ofvirkur opnar þetta á ruflu, hann var lár þegar fyrir VJ. Hyperactive spilar hérna á súlunni, nær að gera bara vel hérna, nær að tefja. Hann eins og kom með 3 leikmenn og hann er komið hjálp. Komið góða hjálp. Ofvirkur nær Topaz hér 3 í lobbyinu, eru bara búast við að Hyperactive sé að kíkja en það allir fyrir utan Hyperactive sem kíkja. Ofvirkur var með þess að komin upp í lobbyið með vappa áður en að Hyperactive kíkti en 7-3, þetta var á döfinni þarna. Já, þetta var skemmtilegt þarna hjá Hyperactive, bara þolinmæðið þrautin vinnur allar. Ef að ég sé þá ekki þá sjá þeir mig ekki og kíkir á bankan á Ármanni akkurat núna 11.000, 6.2, 7.000, 8.4, 9.5 þeir eru með nóg til. Já, nákvæmlega. Nú kemur aggressífur smókur í stigan sem að gera þá ekki drosa smeika. Nonni kom með vappa núna að horfa á tengið, engin smókur, hafa verið duglegir að kíkja þarna út en Skún þannig að vera rólegur akkurat núna. Hundsi eins og með Papo en Ísó snett endri á honum. Gott counter út til hérna sem að hægir á þessu pussi. Nonni ætlar að koma sér tengið núna með vappan í hönd. Ofvirkur kom með Ísó. Þetta hitt í honum. Topaz, hann að hitta í gegn allt. Og Ofvirkur, hann bara eins og hann sé að fara út í sunnudags göngutúr, lappar þarna og svingar turbo og klárar Nonna. Já, þetta bara eins og að drekka vatn fyrir Ofvirk þegar hann komin í gang. Búinn að spila núna 2 heila leiki.
Og hvað var þetta? Hvaða smókur var þetta? Ég bara kann ekki skil á því, Tommy, akkurat núna. Hvað? Hver átti þetta áorka? En vissulega frakkinu, gaurinn bara eldi. Þeir eru með 2 af langbestu leikmönnunum inn á serverunum. Já. Þeir eru jafnvel með 3. besta leikmönnunum á serverunum líka. Með það, Skún búin að eiga flottan leik. Það enginn að stíga upp hjá Kano. Enginn. Manstu, ég sagði því, þetta væri come from behind victory. Þannig að við þurfum að sjá hvað Kano geta gert þegar þeir komast yfir á City-hliðina. Síðasta lotan núna í fyrri hálfleik, Kano með 3 á móti 8. Og það er einfaldlega ekki nóg hér á T-hliðinni. Rutlusamt, hann er bara kominn út að leita að Hyperactive, finnur hann. Og núna á hann bara A-ið. Og Hvað var þetta? ég bara veit það ekki, en bæði A og B er fallið 4 á 1 ofvirkur, 1 eftir hér. Og það er svo sem verri menn til þess að vera eftir í liðinu, en það fer ekki langt. Tópas slekkur í þessu 8-4, Ármann í vel hér í hálfleik, og þessi staða minnir margt á það hvernig þetta leit út í hálfleiknum í Dust, Tommy. Já, það er nákvæmlega þannig. Mér finnst það eiginlega bara akkurat. Og er núk. Já, ég meina, nú vorum við allavega með sko 6x og hérna báða hálfleika. En mér finnst sko, ef þú hugsar hvernig þessi hálfleikur er búin að spilast, Já. og hugsar síðan Dust, er það ekki eiginlega bara eins? Jú, Það komið hana einhverja 3 lótur, 4 lótur sem Kano bara, þú veist, vinnur. Ármann virðist bara einhvern veginn ekki vera á staðnum, og svo hinnar 8 lóturnar, þá er Ármann bara allt í öllu. allt í öllu. Decoys á B er tómt akkurat núna. Það er galtómt. Hyperactive, hann er ekki að kalla leikmenn yfir, heldur er rotatið alveg grimt hérna. Þeir er alltaf að æða í miðjuna, þeir er alltaf að taka fætana í miðjuna. Hyperactive geti verið að koma ára í baki á það. Já, Hyperactive er bara með frábæra tímasetningu og frábæra staðsendingu. Enginn búinn að einhvern veginn búast við því að leikmaður hafi bara hlaupið út B. Tópas. Það gefur Tópas gert. Þetta. Hyperactive. Dual Berettas. Þeir eru bara með einu fleiri byssum hana í McDonald's. Nei, Hyperactive kom með Dual Berettas á móti. Æja, hann sagði, þú ert með 2 byssur, þá má ég líka vera með 2. Einhvern veginn er ekki búið að hitta nonna samt oftar heldur en þetta. Já, þetta er eiginlega bara galin byssa að nota. Ég er svo anti-Dual Berettas að það hálfa verið hellingur og Skún bara hlæra þessu. Það er bara nákvæmlega sem þarf stundum að gera þetta. Þetta er... Ég er dúlugall, sko. Já, þú ert líka dúlla. Ég er dúlugall. Mér finnst dúlurnar ansi skemmtilegar. En Það það er að kvipa, sko. Nú? Nei, bara kaupi sérseti fyrir eitthvað, sko. Já. 9-4 og Pistonland núna komið í seinni hálfleik hér fyrir Ármann. Það er ekkert kippt á City-liðinni hérna frá Kano. Þeir ætla einfallega að fara í rauninni með uspur. Það er 1 degla, 1 grena á liðinu. Já, þeir eru ekki að fara að gera eitthvað rosalegt með því eða hvað. 2 inn á A-inu, Nonni, hann er að fara að hitta Hundsa hérna eftir örskama stund. Hann er aggressífri pósu fyrir aftan hana Smoke. Hundsi væntanlega að fara að jútila hérna inn í tengið. Nonni hins vegar hárréttu tímasetningu, læsir Nonna inni og ná þessu. Það er hægt og rólega fikra þessi áfram og þeir ætla að samloka hérna væntanlega A-ið. Já, Tópas býst ekki við Skún komnum svona langt á miðunni. Finnst þér það, mér finnst það svona smá þema sem við erum búin að sjá nokkur sinnum hérna, að Kano bara einhvern veginn búast ekki við því að Ármann geti verið kominn í okkur stuð. Já, ég bara sammála því, ég meina við sáum það best í fyrsta randinu þegar hann er kominn í gegnum B-ið í bakið á pússinu eða þarna rótitinu sem er inn í fara og að halda miðunni, bara einfallega gera sér ekki grein fyrir að það gæti verið möguleiki. En þú veist, það er dálítið sagði til næsta bæjar og ég meina við sjáum alveg af hverju Kano var í erfiðleikum með Fylki. Þú veist, þeir eru ekki með neinn rosalega sterk play sem virðist vera í terf, voru landir þarna niður strax í byrjun og eru hugmyndasnauðir eftir það. En já, fyrsta gunroundið allan að hefjast núna og vonandi fyrir Kano að þeir geta stíð hérna upp. Skún beitt í gegnum Smókin hérna inn á B, finnur fyrsta, Papo er fallinn
Eiga Nonna í tenginu, hann bara ekkert að fæta með þeim. Nonni kemur núna, vita hann í tenginu, nær 2K og eignast B-sæti aftur, en þeir eru komin inn á A. Já, þeir eru komin inn á A og eru með bombuna þar. Þetta var eitt stórt apríl-gabb þarna á B, Tommy. Í febrúar, sko. Þetta var, var ekki Öddi Blö hérna? Þessi gransi geta verið gengið. Það endurvekja tekin. Ói. Ármann eru með leiðandi hlutverk þar. 3 leikmenn að koma inn að frá CT og Ofvirkur með frábært spray, finnur þar og sjálfa sig inni. Hyperaktiv klára þetta. Það bara Nonni sem hefur einhver áhrif á þessa lotu. Kano megin í þetta skiptið. Ármann 11, Kano 4 og peningurinn í ruglinu, Tommy. Spurningin hvað gerur hér? Force út eða þeir spar og reynum að vinna 8 í röð fyrir jafntefli? Fossar út. Þú ert með hæfileika liðinunni sem geta breytt í hvaða rándi sem þó að hefur ekki sést hér í Anubis, þá höfum við séð það í hinum 2 möppunum og hérna verður við bara að taka sjensinn því að vinna svona mörg ránd í röð, þú verður að vinna þetta ránd. Já. Ef að þetta ránd vinnst ekki, þá þessi sería búin og Ármann eru búinir að vinna. Þú þar? Já, 100%. Já, það lítur nú ekki vel út þetta ránd. Ofvirkur að fara hamförum, Hyperaktiv líka. Bara Ísó og Nonni eftir. Ísó finnur á þannig 1, en þá vita hvað hann niður kominn. Spurning hvort það alltaf hönda hann eða bara fara á B-sætið, planta, gera þetta þægilega. Sem virðist vera það sem þeir ætla að gera, en finna frakkið á Ísó í millitíðinni. 12-4. Þetta búið að hraður leikur. Hátt tempo og Ármann í bílstjórasætinu allan tíman og Kano í barnabílsætinu aftur í. Það bara svolítið þannig og eins og þú segir, hraður leikur og ég talaði það í Dust, ég held að hraðir leikir hendi Ármanni betur. Þeir eru með leikmenn sem eru aðeins reyndari og kannski bara betri í að gera hlutina svona hratt og halda yfirvegun og svo pressa hefur svo sannlega dunið hér á Kanomönnum í Anubis. Og Nonni að gæla við það að fara í fætin hérna á móti Ofvirk. Við finnst alltaf að gera það, Skún æðir í gegnum mollan ásamt Hyperaktiv. En það tópast til varnar hér, finnur bara 1, Skún búinn að finna 2. Og það þá bara Nonni, Ísó og Papo á móti 4 leikmönnum Ármanns. Ármann geta klárað seríuna hér með sigri, bomban byrjuð að tikka. Ekkert kipt í höndum Kano akkurat núna. Það búið að smóka af helstu staðina sem þið gætu komið. Þetta agaleg staðala. Grensan kemur hins vegar í gegn og Nonni opnar frakkreikningin með 2. En Hundsi klára Papo og þarna höfum við það. Ofvirkur og Hundsi klára restina. 2-1 Ármann, algjör klínísk frammistaða hérna til að loka þessari seríu og Ármann sína bara að þeir eru með dýpara mappúl, með betri einstaklinga og var Núk ekki bara flúk? Núk flúk. Ég vil nú ekki segja það. Vissulega þurftu samt Kano að vinna þessi 2 force round eða 3 force round til þess að taka Núk. Þeir voru betri í gunroundunum. Þeir eiga alveg möguleika ef að þeir spila góðan leik. En mér fannst þeir bara að vera frekar týndir Dust og þá sérstaklega Anubis. Við sáum alveg glitta í möguleikana í þessu Kano liði á Dust. Þeir voru bara hvergi á Anubis. Mér fannst þessar 4 lótur, ég meina það pistolið, það conversionið, það 3. roundið sem þeir spiluðu sem var flott, en þar fannst mér líka bara Ármann eiginlega gera fleiri mistök frekar heldur en eitthvað annað. Og svo var það bara lokað. Lok læs og ekki bara lok læs, heldur líka bara geggjari terr líka til að loka leiknum, ná pistonrondinu, ná að justa first roundi sitt í einhverju midround-kolli sem að Hyperaktiv nær að kalla hér B-sæti opið, bara algjörlega opið. Ok, við erum ekki að fara að bakka frá miðju, ok, ég flanka þá bara miðjuna og við bara búum til eitthvað saman. Þessi midround-koll sem voru að koma frá þeim líka bara í sambandi við CT-sæti sitt í þessu adjustmenti og tala ekki líka að þessi 2 leikmenn sem voru að spila miðjuna
Ofvirkur og VJ gjörsamlega lokuðu á allt plan sem að var nokkuð tíman að koma bæði á A, B og miðju. Já. Þeir voru allstaðar. Þeir voru veggurinn sem að var óbrjótanlegur í þessu mappi. Það bara þannig. Og VJ þá sérstaklega, hann var á eldi í þessum leik. Mér fannst hann var mjög proaktífur, hann var að búa til play. Þegar hann tók á móti sóknum, þá var hann virkilega góður. Þegar þeir færðu sig yfir tímegin, þá var hann að finna opnanir. Bara talandi góðan liðsauka bara inn í þetta lið fyrir þetta tímabil og framtíðatímabil. Mér sýnist VJ eiga hæglega heima með þeim bestu hérna á Íslandi. Verður að segast og náttúrulega hann komin á sama plan og hann var á þegar hann hættir á sínum tíma. Þetta bara skeri gaur að mætin á server og Ármann að pikka hann upp þvílík viðbót. Þetta bara vel mælt hjá þér. MVP? VJ. Það nákvæmlega þannig. Það bara þannig. Hann átti geggja Dust, hann átti geggjaða Núbis. Hann var leiðandi, dragandi vagnin í sínu liði og fyrir það þá var hann að mínum mati fyllilega skilið MVP-titilin hérna í kvöld og sérstaklega eftir þessa framistuðu í Anubis, mest dominant map hérna í seríunni frá Ármanni og þar VJ og vissulega Ofvirkur allt í öllu og ég myndi segja Ofvirkur þarna svona fljótandi þar fyrir neðan, bara átti mjög stór impact-frögg á vappanum. Jú, vissulega geigaði hann nokkrum skotum en heilt yfir gerði meira gott heldur en slæmt og Skún líka þarna í síðasta leiknum var frábær en VJ bara var það þeim mun betri í kvöld. Það bara algjörlega. Besta playið, ég ætla að gefa sjátt á það á ISO með tikluna. Já. Þetta var sjúkt. Bara einhver please að klippa það í chatið. Ég held að bæði við sem samfélag sem og ISO myndi vilja eiga það sko. Já, ábyggilega. Mér langar sko, bara af því við vorum að tala þessu klöts áðan sko, ég að fara heim, ég að fara að skrolla Facebookið mitt og ég að fara að finna þetta 3K frá Hundsa á shortinu á Dust og ég að fara að finna þetta Siloplay frá Ofvirk og bara svona til þess að halda áfram Ármanns hæpinu mínu inn í kvöldið sko. Já, það verður gaman að sjá hvernig þessi riðill mun shapeast upp því að Ármann litu mjög vel út í tveim öppum, ekki svo vel út í Núk, en þá kemur áhugaverður punktur sem að ég var svona að pæla í eftir Núkleikinn. Kannski eftir að hafa bætt við VJ og Skún, kannski bara Núk töfrarnir í Ármann bara horfnir og töfrarnir komnir annað. Já. Dust 2 náttúrulega pikkað þeim, þeir töpuðu ekki sínu mappikki og spilaði mjög close á móti liði sem að augljóslega veit svona nokkurn veginn hvernig Núk spilað og mjög samfærandi í Dust 2, ennþá meira samfærandi í Anubis og kannski þetta mappúl hjá Ármann bara örlítið búið að þróast og bara orðið öðruvísi lið. Já, ekki hleypa þeim í einsett, held ég. Ég held að þeir myndu vera drullusterkir í einsett líka. Svona pöggimöpp, röðmöpp, það sem hún mappkontróli hratt. Þetta bara skeri lið. Þetta þetta flæði af aðgerðum sem að þessi spilarar eru með. Þeir eru allir svo ógeðslega góðir í að svona á mjög svona fluid hátt bara ég að hlaupa, ég að kasta þessu, ég að kasta þessu, ég að kasta þessu, ég að svinga hérna og það þarf aldrei að stoppa. Þarf ekki að vera þetta, þú veist, jæja strákar, núna eru við allir 5 fyrir utan B. Munið allir hvað þið eigið að gera. Já, Gunni, þú ætlar að henda smók þarna, eitthvað svona, þú veist, það þarf ekki þessa pásur. Þeir þurfi ekki einu svona að tala. Þeir bara svona eiga svona hugarsamskipti einhvern veginn. Þeir bara svona deila hugmynd það hvernig þetta ránd á að fara og svo bara gerist það. Já. Þannig að ég held líka, við sáum sterkt Ármannslið hérna í kvöld, við sáum það Fellakano, ég held að þetta liðið fullt inni. Já, bara 100% með smá verið spilatíma. Já, bara upp með spilatíman á leikmönnum eins og Ofvirk og Hundsa og fleirum, spila meira sem lið, held ég getum verið að horfa bara á topplið, bara í toppbaráttunni, hérna á komandi tímabilum. Tvímælalaust. Hins vegar þá dagskrá okkar lokið hér í kvöld. Við verðum aftur með fullt af Counter-Strike hérna næsta þriðjudag. Óli, verður þú hérna? Nei. Við komumst að því hver verður með mér næsta þriðjudag. Það verður einhver ógeðslega skemmtilegur, örugglega Palli Bóndi. Við sjáumst þá. Takk fyrir kvöldið. Verið bless.